Ég segi það fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3469 og fyrir ykkur liggur dagskrá í 6 liðum. Fyrsti liður fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður viðauki númer 1 fyrir fjárhagsárið 2020 en viðauki var samþykktur í bæjarráði 27. febrúar. Viðaukinn er vegna 3 atriða. Í fyrsta lagi vegna verkefnastjóra upplýsingamiðlunar, vegna ráðningar upp á 3 milljónir króna. Þar vorum við að greiða bætur sem kom í gegnum tillögu umboðsmanns Alþingis vegna ráðningar í þetta starf. Í öðru lagi erum við 9,2 milljónir vegna dómsáttar Eyþings, vegna máls dómsáttar við framkvæmdastjóra, fyrrverandi framkvæmdastjóra þar. Og í þriðja lagi eru kaup á Glerárholti upp á 46,3 milljónir króna. Útgjaldaaukningin vegna viðaukans er 58,5 milljónir króna og er mætt með lækkun á handbæru fé og er lagður hér fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin lokið málsins. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem ekki til með að styðja þetta því miður. Það sem er verið að blanda saman þarna ólíkum málum og ég styð þarna húsnæðiskaupin, en hitt finnst mér vera svolítið glúður og það var margir komið að mála við mig og spurt hvort það enginn að axla ábyrgð í svona málum eins og þessum málum, hvort þetta sé bara allt í lagi. Þannig að ég kem til með að sitja hjá við þessu máli. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsinu. Orðið er laust. Þess að fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Þeim sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs gefur merki. Það er 8, þeir sem er á móti, og 3 sitja hjá. Þá koma öðru lið á dagskrá, listasafnið á Akureyri. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við tökum hérna fyrir 9. liði fundargerð bæjarráðs frá 27. febrúar 2020 sem var liður 1 í fundargerð stjórnar Akureyrarstofu frá 20. febrúar 2020 þegar Hlynur Hallsson, safnstjóri Listasafnsins, mætti á fundinn og fóru við drög að auglýsingu vegna útleigu á jarðhæð Ketilhússins og hann kynnti einnig tillögu lækkun á gjaldskrá vegna útleigu í aðalsal Ketilhússins. Stjórn Akureyrarstofu fagnaði því að brátt færist menningarlegt líf í jarðhæð Ketilhússins og samþykkti tillögu að leigufjárhæð fyrir jarðhæð verði 145.000 krónur á mánuði. Jafnframt samþykkti stjórn gjaldskrá fyrir aðalsal hússins verði breytt þannig að leiga fyrir 2 klukkustundir verði 60.000 í stað 82.000 áður og að leigustofnana Akureyrarbæjar fyrir samskonar leigu fari úr 52.000 í 40.000. Meirihluti bæjarráðs samþykkti fyrir sitt leyti fyrirliggjandi tillögur og vísaði málinu til afgreiðslu hér í bæjarstjórn og Gunnar Gíslason D-lista sat hjá við afgreiðslu málsins. Ég held að sé ekkert mikið þetta að segja annað en að það var ákveðið að lækka þessa greiðslu vegna bara þeirra sjónarmið að hún þætti of dýr og það væri hægt að fjölga útlegum með þessum hætti. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsinu. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þar ætla ég að lesa beina bókum þess að geta samþykkt að leigufjárhæð fyrir jarðhæð Ketilhússins verði 145.000 á mánuði og að gjaldskrá fyrir aðalsal Ketilhússins verði breytt þannig að leiga fyrir 2 klukkustundir verði 60.000 í stað 82.000 áður og að leiga til stofnunar Akureyrarbæjar fyrir samskonar leigu færi úr 52.000 í 40.000 gefur merki. Það eru 8 móti, 3 sitja hjá. Þá koma þriðja lið á dagskrá, gjaldskrá Akureyrarbæjar vegna afgreiðslu og þjónustugjalda. Til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lagt var fram minnisblað sviðsstjóra skipulagssviðs á fundi skipulagsráðs 27. febrúar síðastliðinn. Þar sem lögðu fram tillaga breytingu á grein 2,4 í gjaldskrá Akureyrarbæjar fyrir gjöld samkvæmt lögum mannvirki og skipulagslögum og önnur afgreiðslu og þjónustugjöld.
Í breytingunni felst að gert ráð fyrir að framkvæmdaleyfisgjald umfangsmikilla framkvæmda verði samkvæmt samningi milli leyfisveitanda og framkvæmdaraðila en ekki með fast gjald eins og nú í gildandi gjaldskrá. Skipulagsráð leggur til í bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt. Takk. Var bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokað máli sínu. Orðið laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt eftir farandi bókun, þess að staði breytingu á grein 2.4 í gjaldskrá Akureyrarbæjar fyrir gjöld samkvæmt lögum mannvirki og skipulagslögum og önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld og að í breytingun felist að gert ráð fyrir að framkvæmdaleyfisgjald umfangsmikilla framkvæmda verði samkvæmt samningi milli leyfisveitenda og framkvæmdaraðila en ekki með við fastgjald eins og nú í gildandi gjaldskrá, gefið merki. Það 11, takk fyrir það. Komið að 4. lið, úrtök við bílastæði, til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 11 í fundargerð bæjarráðs dagsettri 27. febrúar 2020. Þar var til umræðu liður 3 í fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs dagsettri 21. febrúar 2020. Lagt fram minnisblað dagsett 20. febrúar varðandi breyttar vinnureglur við umsókn og framkvæmd úrtaka. Hrafn Svavarsson, forstöðumaður umhverfismiðstöðvar og Jón Birgir Gunnlaugsson, verkefnastjóri umhverfismála, sátu fundinn undir þessum lið. Umhverfis- og mannvirkjaráð samþykkir breytingarnar fyrir sitt leyti og vísar þeim til bæjarráðs til afgreiðslu. Bæjarráð vísar reglunum til afgreiðslu bæjarstjórnar og til áreitningar skal það tekið fram að það einnig verið að leggja til að sett verði inn í gjaldskrá 25.000 króna gjald per metra fyrir frágang á úrtökum. En það undir þeim raunverulega kostnaði sem að bærinn verður alltaf fyrir og þykir sanngjarnt. Það hefur verið mikil aukning á umsóknum úrtök. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir samþykkja framlaga tillögum umhverfis- og mannvirkjaráðs um breytingar á vinnureglum við umsókn og framkvæmd úrtaka og breytinguna þá sem snýr meðal annars að því að hefja gjaldtöku á stækkun úrtaka, gjaldi verði 25.000 krónur, gefið merki. Það 11, takk fyrir það. Þá komum við að 5. liða dagskrá, starfsáætlun og stefnur eða nefnda og til máls tekur formaður stjórnar Akureyrarstofu og bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu fer með menningar, atvinnu, ferða, markaðs, viðburða og kynningamáli umboði bæjarstjórnar Akureyrar. Í stjórninni sitja ég sem formaður, Sigfús Karlsson varaformaður, Anna Fanney Stefánsdóttir, Eva Hrund Einarsdóttir, Finnur Dúa og Karl Lilendal Hólmgeirsson sem áheyrnarfulltrúi. Starfsmenn Akureyrarstofu eru 4 fyrir utan deildarstjóra, en það eru verkefnastjóri menningamála, verkefnastjóri markaðs- og kynningamála, verkefnastjóri upplýsingamiðlunar og verkefnastjóri ferðamála og að auki tilheyrir starf umsjónarmanns í upplýsingamiðstöðinni í Hofi Akureyrarstofu. Deildarstjóri Þórgnýr Dýrfjörð sem jafnframt ber ábyrgð á verkefnum tengdum almennum atvinnumálum. Starfsemin tilheyrir samfélagssviði þar sem Kristinn J. Reymarsson sviðsstjóri. Ég skipti þessu aðeins upp í nokkra flokka og byrja á menningamálum. Akureyrarbær hóf þáttöku í verkefninu Heilsueflandi samfélag fyrir 5 árum síðan, en verkefni miðar að því að þróa samfélagslegan ramma utan markviss og heildræna heilsueflingu allra aldurshópa. Og kannski eitthvað sérstakt að ég sé að tala heilsueflandi samfélag undir þessum lið, en nú hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin gefið út skýrslu þar sem tíundað hvaða heilsufarslegu kosti menningarlíf hefur í för með sér. 900 rannsóknir sem skoðaðar voru sýna að menningarneysla getur haft góð líkamleg og andleg áhrif. Nefnd eru þætti líkt og lækkun stresshormóna, bætt ónæmiskerfi, sterkara hjarta- og æðakerfi. Að auki rætt félagslega virkni sem stuðlar að minni einsemd, aukin félagslegan stuðning og bætir félagshæfni.
Þessi áhersla Heilbrigðismálastofnunarinnar hefur vakið athygli mína og vekur mig til umhugsunar gildi menningar og lista í samfélaginu með kannski aðeins öðruvísi hætti en áður. Langstærsti hluti þess fjármagns sem fer til menningarmála á Akureyri fer til Menningarfélags Akureyrar, þar sem Hof, Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands undir. Þar á eftir það Amtsbókasafnið, Listasafnið og Minjasafnið. Á árinu var aukið við framlag til verkefnisins greiðum listamönnum á Listasafninu. Menningarsjóður var efldur, auk þess sem hluti hans var nýttur til styrktar ungum og efnilegum listamönnum. Þá var stutt veglega við barnamenningahátíð, auk þess sem lokið var við að forgangslista vegna viðhalds útilistaverka og sá listi hjá Umhverfis- og mannvirkjasviði sem ber ábyrgð á því viðhaldi. Vinna við nýja safnastefnu sem hluti af endurskoðaðri menningarstefnu hefur verið í vinnslu, en samhliða henni hefur unnið að aðgerðar áætlun stefnunar. Í tengslum við þá vinnu hefur stjórn Akureyrarstofu samþykkt og óskað eftir samræðum við aðra stofnaðila Minjasafnsins að kanna fýsileika þess að sameina sögu- og minjasöfn sem eru að verulegu leyti eða öllu leyti fjármögnuð að Akureyrarbæ og eða varðveita mikilvæga sögu bæjarins. Niðurstaða þeirra könnuna mun hafa áhrif á niðurstöðu safnastefnu og því var ákveðið að stíga þetta skref áður en væri lokið við gerð stefnunar. Þó liggja fyrir nokkur megin stef í stefnunni og vil ég nefna 3 þeirra sérstaklega. Í fyrsta lagi að söfn séu fyrir alla. Áhersla á að söfnin taki mið af því í starfsemi sinni, frásögnum og miðlun að Akureyri orðin fjölmenningarsamfélag og þess vegna getur þurft að fara nýjar eða óhefðbundnar leiðir. Jafnframt eru söfnin hvött til að gera sögu og sýningar aðgengilegar öllum, þar með talið þeim sem glíma við hamlanir vegna sjúkdóma eða fötlunar. Í öðru lagi áhersla lögð á að styrkja þá starfsemi sem fyrir hjá söfnum Akureyrarbæjar fremur en að taka þátt í að fjölga söfnum eða sýningum á svæðinu. Og í þriðja lagi þá það söfn sem að verulega að öllu leyti rekin fyrir framlög frá Akureyrarbæ skulu skrá safnkost sinn í gagnasafninu Sarpi. Safnastefnan mun svo á endanum koma hingað til umræðu í bæjarstjórn og til samþykktar, en þegar því lýkur mun Akureyrarstofa halda áfram heildarendurskoðun á menningarstefnunni en safnastefnan hluti af þeirri menningarstefnu. Á þessu ári verður unnin tillaga að samþykkt þar sem kveðið á að tiltekið hlutfall stofnkostnaðar við nýbyggingar og endurbyggingar á vegum Akureyrarbæjar fari í kaup á listaverkum. Markmiðið að slíkt geti tekið gildi árið 2021. Þá mikilvægt að við tryggjum umsýslu, varðveislu og skráningu þeirra listaverka sem nú þegar eru í eigu Akureyrarbæjar með skráningu í Sarp. Sigurhæðir voru töluvert til umræðu á nýliðnu ári og fór svo að lokum að Akureyrarbær auglýsti húsnæði til leigu þar sem leiguverð og menningarlegt gildi var metið til jafns. 4 tilboð bárust og eftir yfirferð og mat umsókna samþykkti stjórn Akureyrarstofu að ganga til viðræðna við Hótel Akureyri leigu á húsnæðinu. Þær viðræður standa nú yfir og gert ráð fyrir að þær verði til lykta leiddar á næsta stjórnarfundi Akureyrarstofu. Jarðhæð Ketilhússins í Listasafninu hefur auglýst til leigu og það gleðilegt að brátt færist menningarlíf í þann hluta hússins á ný. Þá einnig unnið að samningi við Gilfélagið leigu á Deiglunni. Það stefnir sem sagt í því að það verði áframhaldandi líf og fjör beggja vegna götunnar og Listagilið sem að mörgu leyti einstakt fyrirbæri stendur rækilega undir merkjum sínum. Það vitaði líklega ekki allir, en mér sagt að Þórshöfn í Færeyjum þar sé listagata sem búið var til með Listagilið og Akureyri sem fyrirmynd. Framundan eru afar mikilvægar viðræður við ríkisvaldið endurnýjun menningarsamnings og liggur við að það mætti gera að sérstöku umtalsefni þá samninga hér í bæjarstjórn. Meginmarkmið samningsins að styðja við atvinnumennsku í listum á Akureyri. Meginverkefnin eru stuðningur við rekstur Hofs, Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og Leikfélags Akureyrar undir hatti MAG og svo við starfsemi Listasafnsins á Akureyri. Þannig að þessar stofnanir geti orðið eins og meginstofnanir hver á sínu sviði utan höfuðborgarinnar. Undirtextin að Akureyri gegni ákveðnu borgarhlutverki og sé hinn valkosturinn við Reykjavík og áhrifasvæði hennar, en ég mun fjalla aðeins nánar það hér síðar í ræðu minni. Ef skoðuð eru framlög ríkisins til systurstofnana í höfuðborginni, þar að segja til Hörpu, Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Þjóðleikhússins og Listasafns Íslands, þá kemur í ljós að framlög til menningarsamningsins hér á Akureyri eru ríflega 5% af framlögum þar. Oft hefur verið nefnt að það mætti miða við einhverja hlutfallstölu, þá væri næra miða við 10% með áhrif á þjónustusvæði Akureyrar í huga.
Framlögin til höfuðborgarstofnana samkvæmt fjárlögum verða 3,8 milljarðar á þessu ári en 0,2 milljarðar til menningarsamningsins á Akureyri. Til að ná 10% markinu eru því framlög ríkisins að hækka 180 milljónir króna á einu bretti. Það er út af fyrir sig að gagnlegt að hafa annað auga á þessum hlutfallstölum, en mikilvægt er að muna á sama tíma að sambærilegur grunnkostnaður fylgir því að reka atvinnuhljómsveit, atvinnuleikhús, menningarhús og listasafn utan höfuðborgarsvæðisins og innan þess. Rekstur fasteigna, laun listamanna og svo framvegis er ekkert ódýrara hér. Og við það bætist að við erum að vinna á margfalt minna markaðssvæði. Í raunum ætti færa skýr rök fyrir því að opinberu stuðningur við atvinnulistir utan stórra markaðssvæða ætti að vera hlutfallslega meiri. En það er sem sagt ljóst að það eru mikil sóknarfæri og við getum gert ótrúlega hluti í atvinnusköpun og fjölgun sérfræðistarfa þannig að það er að segja fyrir tiltölulega litla fjármuni í heildarsamhenginu. Bara hækkun á framlögum til systurstofnana á árunum 2018 til 2020 væri gríðarleg innspýting hér. Hækkun á framlögum ríkisins til höfuðborgarstofnana er 16% á þessu tímabili á meðan hún er aðeins 5% hér menningarsamninga á Akureyri. Fyrir bæjarfulltrúa þá eru líka myndir sem hægt er að glöggva sig aðeins á þessum samanburði. Það er eiginlega algjör ógerningur að telja upp alla þá fjölmörgu viðburði, sýninga, fyrirlestrar og uppákomur sem grunnstóður í menningarlífinu bjóða okkur upp á. Ég reyndar að taka eitthvað saman og svo bara féllast mér hendur því að þetta er alveg ótrúlegt magn og ótrúlega mikið sem er í boði. En ég til óhætt að segja að MAK, Hof, Leikfélag Akureyrar, Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Minjasafnið, Amtsbókasafnið og Listasafnið bjóðu upp á það krydd í tilverunni sem þarf til þess að steikin, Akureyri, sé sannarlega ljúffeng. Á sama tíma og starfsemi þessar aðila er hluti af nauðsynlegum innviðum þessa samfélags sem við viljum vera. Ég vil nýta tækifærið hér í dag og þakka sérstaklega starfsfólki þessara stofnana fyrir þeirra einstaka framlag sem upplifa sig oftar en ekki unnið af mikilli ástríðu. Akureyrarstofa annast og ber ábyrgð á framkvæmd barnamenningahátíðar í samstarfi við ýmsa aðila í menningarlífinu, hátíðarhöldin á 17. júní, Jónsmessuhátíð, listasaumar og Akureyrarvöku sem og jólatrésskemmtun á Ráðhústorgi og aðventunni. Að auki hefur Akureyrarstofa reglulega aðkomu að eða aðstoðar við fjölmarga viðburði og hátíðir sem aðrir bera ábyrgð á. Sem dæmi má nefna Andrés Andaleikana, Sjómannadaginn, Bíladaga, fjölskylduhátíð í Hrísey, Iceland Winter Games, Eina með öllu, Íslensku sumarleikana verslunarmannahelgina, Dömulega dekudaga, Local Food Festival, Miðaldadag á Gásum, Sólstöðuhátíð í Grímsey og franska kvikmyndahátíð. Afar misjafnt er hver aðkoman er, stundu bein þáttaka í framkvæmd, stundu bara aðstoð við kynningu eða vera tengileg við bæjarkerfið, stundu fjárstuðningur og í fáum tilfellum allt þetta. Fyrir utan þetta kemur Akureyrarstofa til aðstoða við þróun viðburða á hátíða, en sem dæmi spennandi verkefni þar er fjallahlaupið Súlur Vertikal sem er í mikilli þróun þessa mundir. Á árinu er stefnt að því hins vegar að endurskoða aðkomu Akureyrarstofu að viðburðum og hátíðum. Þá er vert að nefna þann áfangasiður sem náðist núna í vetur þegar menntamálaráðherra samþykkti 12 milljóna króna framlag til Akureyrarbæjar vegna skylduskila. Það er fyrsta skrefið í að fá viðurkenningu á því að bæjarfélagið okkar, Akureyrarbær, eigi ekki eitt sveitarfélaga landsins að bera kostnað vegna laga skylduskil. Þetta skref er hins vegar langt frá því að vera nægjanlegt. Það er sanngjarnt og eðlilegt að slík fjárveiting komist fast á fjárlög og séu í samræmi við raunverulegan kostnað sem er mun hærri en 12 milljónur á ári. Á sama tíma og þetta fór í gegn þá samþykkti menntamálaráðherra viðbóta framlag til Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands að upphæð 8 milljónir króna sem er ákaflega jákvætt. Annað dæmi verkefni sem við teljum eðlilegt að ríki komi að er rekstur skaldahúsanna hér á Akureyri sem við höfum rætt einu sinni eða oftar. Ríkið styður við rekstur nokkra skaldahúsa í landinu en því miður hafa ekki enn náðst samningar stuðning hér á Akureyri. Það hætti hins vegar að gefa augaleið að það er ekki aðeins á ábyrgð skattgreiðenda á Akureyri að varðveita sögu þjóðskáldanna Davíðs Stefánssonar, Nonna og Matthíasar Jökulssonar. Þá aðeins markaðsmálin. Líkt og bæjarstjórn kunnugt þá var á liðnu ári samþykkt upplýsingastefna Akureyrarbæjar ásamt aðgerðaráætlun. Eitt af því sem framkemur í henni er að hvert svið gerir kynningaáætlun hvert ár sem þau eiga síðan að fylgja eftir. Tengist þetta verkefni þeirri áherslu að auka upplýsingagjöf bæjarins til íbúa. Öll svið hafa tekið þessu framtaki fagnandi.
Verkefnastjóri upplýsingamiðlunar á Akureyrarstofu hefur verið sviðsstjórum og starfsfólki til aðstoðar í þessu verkefni og við höfum séð mun breiðari og fjölbreyttari upplýsingagjöf starfsemi bæjarins en áður. Leiðirnar eru líka ansi fjölbreyttar, upplýsingafundir, Facebook, Instagram, stutt myndbönd og nýjasta viðbót Akureyrarstofu hlaðvarp þar sem hlusta má á stutt viðtöl. Ég vil endilega þakka starfsfólki allt bæjarkerfið fyrir að hafa tekið svona vel í því að upplýsa bæjarbúa störf sín og þjónustu. Smá saman mun þessi áhersla verkefnastjóra upplýsingamiðlunar færast yfir á upplýsingagjöf og markaðssetning á almennum íbúðamarkaði með það markmið að laða nýja íbúa til bæjarins. Stundum rætt það í mín eyru að Akureyrarbær þurfi að fara í eitt allsherjar markaðsátak til að kynna bæinn. Ég vil meina að í gegnum störf Akureyrarstofu hafi bæjarfélagið í raun verið í samfelldu markvissu markaðsátaki sem á að halda áfram að efla. Það tekur langan tíma og mikla vinnu að markaðssetja með jákvæðum hætti samfélag. Það tel ég að verði ekki aðeins gert með einni auglýsingaherferð, heldur fyrst og fremst með ánægju íbúa, góðri upplýsingagjöf, góðri þjónustu, lífsgæðum og með því að byggja undir stolti í samfélaginu. Að mínu mati eigum við að setja kassann svolítið fram og vera stolt af því hversu frábært samfélag það er sem við búum í og hversu frábær lífsgæði eru fyrir hendi í bænum okkar. Samkeppnishæfni bæði á íbúa og atvinnumarkaði skiptir hins vegar einnig sköpum. Í starfsáætlun Akureyrarstofu má finna það mikilvæga verkefni að greina samkeppnishæfni Akureyrar, greina styrkleika og veikleika og hvar við höfum helst tækifæri til að sækja fram. Svona greining er nauðsynlegur undanfari þess að við herðum sókn á íbúðamarkaði og fyrirtækjamarkaði. Það er klárt að við þurfum að segja öðruvísi sögur í okkar markaðsvinnu en til dæmis sveitarfélög sem eru á áhrifasvæði höfuðborgarinnar. Kannski er það hinn ofurstolti Akureyringur sem talar, en stundum er það mín tilfinning að fleiri vilji búa á Akureyri en hafa í raun kost á því vegna atvinnu. Áðurnefnd greining ætti að færa okkur eitthvað svör það. Þá er ég spennt fyrir því verkefni sem er unnið í samvinnu Akureyrarstofu og stjórnsýslusviðs sem að snýst innleiðingu á Akureyrar-appi eða Akureyrarkorti. Markaðsmál almennt eru mikilvæg fjárfesting til framtíðar og ég tel að við ættum ekki að slá slöku við á þeim vettvangi, sér í lagi á tímum þar sem við horfum upp á að íbúum bæjarfélagsins fjölgar ekki í samræmi við almenna íbúafjölgun í landinu. Þá aðeins að atvinnumálum. Í vissum skilningi má segja að nánast öll verkefni Akureyrarstofu séu atvinnumál, en hún fer einnig með þann málaflokk í almennari skilning þó hún komi raunar einnig inn á borð bæjarráðs. Þá eru atvinnumál á Akureyri nátengd annars vegar almennt atvinnumálum á Íslandi en þó sérstaklega atvinnumálum í okkar landshluta. Akureyri sem þjónustumiðstöð á mikið undir því að atvinnulíf í landshlutanum okkar blómstri. Sameiginlegir hagsmunir landshlutans í atvinnumálum eru því í mínum huga ótvíræðir. Eins og bæjarfulltrúum er kunnugt þá urðu til samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi Eystra eða SSNE nýliðin áramót með sameiningu Eyþings, atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar og atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga. Markmið með starfsemi SSNE er að efla Norðurland Eystra sem eftirsótt svæði til búsetu og atvinnu. SSNE á að vera sterkur bakhjarl aðildarsveitarfélagana í sameiginlegum málum þeirra og stuðla að góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri atvinnustarfsemi á svæðinu. Hlutverk félagsins á að vera innleið og fylgja eftir sóknaráætlun og byggðaáætlun. Þar með talið úthlutun fjármuna og til að styrkja einstaka verkefni og gæta hagsmuna aðildarsveitarfélagana utan starfsvæðisins. Samtökin eiga að stuðla að öfluga atvinnusvæði til framtíðar með stuðningi við nýsköpun og atvinnuþróun, mótun svæðisskipulags og hagsmunagæslu þar af lútandi og annast greiningar, þekkingaröflun og þekkingarmiðlun. Fjárframlag Akureyrarbæjar er sambærilegt við það sem bærinn áður varði til Eyþings, AFE og sóknaráætlunar landshlutana. Segja má að SSNE sé sameiginlegur vettvangur Norðurlands Eystra þar sem heildarhagsmunir svæðisins séu til umræðu á meðan að Akureyrarstofa einbeiti sér að Akureyrarbæ sérstaklega. Í starfsáætlun stjórnar Akureyrarstofu fyrir árið 2020 er kveðið á að skilgreina eigi með hvað hætti þjónusta SSNE nýtist Akureyrarbæ sem best. Líka með það markmið að það verði engin tvíverknaður, þekkingar og þekkingaröflun verði meiri og breiðari. Þá að endurskoða atvinnustefnu Akureyrarbæjar, einfalda hana til muna og gera skilvirka aðgerðaráætlun byrðaraðila innan kerfis. Á árinu á einnig að greina samkeppnishæfni Akureyrar eins og áður segir og skoða hvað við getum með bestum árangri sótt fram á fyrirtækjamarkaði. Í sóknaráætlun Norðurlands Eystra kemur fram vilji íbúa og sveitarstjórna á Norðurlandi Eystra til ýmissa hluta sem eiga sérstaklega við Akureyri.
Sem dæmi má nefna að þar kemur sérstaklega fram vilji til þess að Akureyri verði skilgreind opinberlega sem borgarsvæði og hefur í því samhengi verið rætt það sem kallað í sumum löndum second city. Ástæðan ósköp einföld. Fólk á svæðinu vill að ýmis grunn- og stoðþjónusta sé tryggð í nærumhverfi þess og öflugur þjónustukjarni sé landfræðilega nærri þeim. Höfuðborgin einfaldlega landfræðilega of langt í burtu til að það geti talist ásættanlegt að íbúar á Norðurlandi eystra sæki alla þjónustu sína þangað. Þess má geta að undirbúningur vegna þessa verkefnis hafinn. Stjórn SSNE samþykkti þátttöku í verkefninu og ákveðið var að verja 8,3 milljónum króna í verkefni Borgarhlutverk Akureyrar í samstarfi við Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri, Akureyrarbæ og sveitarstjórnarráðuneytisins og fleiri aðila í framtíðinni. Vilji til þess að horfa sérstaklega á það sem hefur verið gert í Tromsö í Noregi og hefur skilað árangri í byggðaþróun þar í landi. Í því samhengi ekki nægjanlegt að horfa til vaxtar og eflingar Akureyrar eins og sér, heldur einnig nauðsynlegt að horfa á ábyrgð og skyldur Akureyrar sem þjónustu miðstöðvar svæðisins. Þess vegna mikilvægt að þetta samtal eigi sér stað í samvinnu innan landshlutans. Þessi vinna og svo hugmyndafræði sem býr að baki snerti margt af því sem stjórn Akureyrastofu ber ábyrgð á. Þetta kemur kannski skýrast fram í vinnunni við menningarsamning og uppbyggingu atvinnustarfsemi í listum, en kemur líka því hvernig mörkun Akureyrar á íbúa og fyrirtækjamarkaði fer fram. Í sóknaráætlun Norðurlands eystra endurspeglast enn fremur það sem við átt, því þar kemur fram að vilji sé til þess að tryggja millilandaflug Akureyrarflugvöll, að sjúkrahúsið á Akureyri verði háskólasjúkrahús, að Akureyri verði miðstöð fyrir norðurslóðastarfsemi í landinu, að auka námsframboð og framhalds á háskólastigi og auka opinbert fjármagn til rannsóknar, þróunar og nýsköpunar til landshlutans og eitthvað sé nefnt. Í því samhengi gaman að segja frá því að nú að störfum óformlegu vinnuhópur uppbyggingu listnáms á háskólastigi sem hluti af þeirra myndir sem við sjáum fyrir okkur. Þá liggur fyrir þingsályktunartillaga formlega viðurkenningu Akureyrar sem miðstöðvar málefna norðurslóða á Íslandi. Ég vona svo sannarlega að málin nái fram að ganga hratt og örugglega, enda get ég ekki heyrt og séð annað en að allir séu sammála tillögunni. Fyrir utan þetta nokkuð verkefni atvinnumála sem heyra beint undir Akureyrarstofu og má finna í starfsáætlun 2020. Akureyrarstofa heldur utan samning Akureyrarbæjar stuðning við rekstur FabLab-smiðjunnar í VFMA. Akureyrarstofa hefur tekið þátt í samtali HA, Matís, nýsköpunarmiðstöðvar og einkaaðila möguleika á nýrri aðstöðu fyrir frumkvöðla í kjölfar þess aðstaða verksmiðjarinnar í Glerárgötu leggst af. Þá hafa nokkur fyrirtæki sem fara sem klasi á íslensku sjávarútvegssýninguna síðar á þessu ári óskað eftir því að Akureyrarstofa komi inn í undirbúning þess einmitt í því skyni að breikka myndina af akureyrsku samfélagi og því sem það hefur upp á að bjóða. Loks vilji til þess að formgera samstarf við matvælaframleiðendur og framreiðendur, koma á fót samráðsfundum Akureyrarstofu, menntastofnana og atvinnulífs, svo eitthvað sé nefnt. Ný nýsköpunarstefna hefur litið dagsins ljós og í kjölfarið ákvað ráðherra að leggja niður nýsköpunarmiðstöð. Ráðherra hefur tilkynnt stofnun nýsköpunargarða í Vatnsmýrinni. Nýsköpunarráðherra hefur sagt með leyfi forseta: eitt leiðarljós að nýsköpunarstefnu fyrir Ísland að nýta í fjármagn til rannsókna og frumkvöðla umfram umsýslu og yfirbyggingu. Nýsköpunarráðherra hefur mótað áætlun 4 meginsvið stofnunarinnar, greint helstu verkefni og telur að næstu skref sé að finna þeim farveg eftir þörfum í nýju rekstrarformi. Eitt þeirra skrefa hljómar svo, með leyfi forseta: stuðningur hins opinbera við nýsköpunarumhverfið á landsbyggðinni verði efldur til að mynda með eflingu stafrænna smiðja eða FabLabs. Mikilvægt að samþætta aðgerðir enn betur við sóknaráætlun landshluta með samvinnu við landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélög, byggðastofnun og atvinnulífið. Í þessu samhengi tel ég mikilvægt að við tökum þátt í því að móta breytt fyrirkomulag og tryggjum að byggðasjónarmiðin gleymist ekki í umræðum nýsköpun á Íslandi. Mikilvægt að eitthvað komi í stað þeirra þekkingu og þjónustu sem hefur í boði hér á Akureyri hjá starfsfólki nýsköpunarmiðstöðvar. Að sjálfsögðu eigum við alls ekki að fara í baklás þegar breytingar að vænta, en markmiðið hlýtur að vera að gera í betur en áður og það ekki aðeins í Vatnsmýrinni. Þá aðeins að ferðaþjónustu. Segja má að ferðaþjónustan sé sá angi atvinnumála sem hafi fengið mesta athygli Akureyrarbæjar, sem kannski ekki skrítið þar sem Akureyri meðal langvinsælustu áfangastaða landsins með mikla styrkleika allt árið og þá bæjarfélagið í raun með í sínum höndum rekstur og verkefni sem eru í eðli sínu ferðaþjónusta.
Það að byggja upp samfélag sem öflugan áfangastað gerist ekki nema með skipulagðri aðkomu sveitarfélagsins þó að meginþungi þjónustu sé í höndum einkaaðila. Stór hluti þess fjármagns sem fer í að styðja við ferðaþjónustuna er varið til samninga við Markaðsstofu Norðurlands og flugklassan R66 og svo til rekstrar upplýsingamiðstöðar. Á árinu er á að formlega endurskoða samkomulag við MN R66, auk þess sem nauðsynlegt er að endurskoða starfsemi upplýsingamiðstöðar. Horft er til þess að upplýsingagjöf færi smá saman yfir á rafrænt form en hins vegar vantar upp á samtal aðila, þar með talið Ferðamálastofu, hvernig slíkt innleiðingarferli eigi að eiga sér stað og hver og hvernig eigi að fjármagna það verkefni. Að auki eru ákveðnir efasemdir að rafræn upplýsingagjöf geti að öllu leyti komið í stað fyrir upplýsingaþjónustu sem veitt er augliti til auglitis en það eru mjög skiptar skoðanir. Líkt og flestum er kunnugt er nú að störfum starfshópur Akureyrarflugvöll en ef ætlunin er að opna aðra gáttin í landið og að sú gátt sé Akureyri þá tengist að sjálfsögðu upplýsingagjöf til ferðamanna þeirri vegferð. Þá vil ég gjarnan í þessu samhengi nefna að stjórn SSN samþykkt á síðasta fundi sínum að verja 7 milljónum króna til verkefnisins Akureyrarflugvöllur sem Markaðsstofa Norðurlands sér um. Enga á þessum vettvangi þarf líklega að sannfæra að reglulegt beint millilandaflug geti haft gríðarlega jákvæðar breytingar í för með sér fyrir ferðaþjónustu, útflutning og lífsgæði og þar með á efnahag áhrifasvæðis flugvallarins til austurs og vesturs. Flug á vegum Superbrik og nú á vegum Void Travel sýnir þetta svo ekki verður vilst og fyllir okkur kjarki til að sækja fram. Utan við þessi allra stærstu verkefni þá er ýmis fjölbreytt verkefni í starfsáætlun Akureyrarstofu á þessu ári. Sem dæmi má nefna að leggja áherslu á að kynna gönguleiðir í bænum, meðal annars með því að hafa aðgengileg kort, vegvísa og punktar yfir leiðir. Sérstakur áhugi er á að helstu gönguleiðir á fjöll verði merktar með skýrari hætti og samræmdar en nú er með stikum og upplýsingaskiltum. Gaman er að segja frá því að nú er í gangi undir forystu Akureyrarstofu nokkuð víðtækt samtal milli þeirra aðila sem koma að því að merkja leiðir í bæjarlandinu til að kanna hvort að auka megi samvinnu og samræmi þess. Meðal þessara aðila eru skipuleggjendur fjallahlaupsins Súlur Vertikal, Skógræktarfélagið, Ferðafélag Akureyrar, Hjólreiðafélagið og Akureyrarbær sjálfur og verður svolítið spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Þá má nefna að upplýsingar flokkun sorps verði aðgengilegar ferðaþjónustuaðilum og þeir hvattir til að miðla þeim til ferðamanna. Að halda markaðstengt námskeið fyrir ferðaþjónustuaðila í Hrísey og Grímsey með aðstoð eða stuðningi frá brothættum byggðum en þar sem Hrísey fer nú formlega úr verkefninu þá þarf að endurskoða þann farveg. Formgera á samstarfum ráðstefnu klasa og þá að koma á samráðsfundum íþróttahreyfingarinnar og Akureyrarstofu en ekki má horfa fram hjá þeim tækifærum sem felast í íþróttamannvirkjum og umgjörð sem tengjast íþróttaferðamennsku. Á síðasta ári var Akureyrarstofu aukið í því skyni að efla samtal við bæjarbúa og auka upplýsingagjöf til þeirra til muna. Það hefur gengið vel eftir en það hefur líka þýtt að kraftur til markaðssetningar á ferðamarkaði hefur aukist og hafa Grímsey og Hrísey notið góðs af því. Skipulegu markaðsverkefni er í gangi fyrir eyjarnar báðar og nýtt markaðsefni að verða til sem byggir á rannsóknum og könnunum sem gerður voru á síðasta 1,5 árið og svo. Þessi markaðsverkefni hafa líka notið mikilvæg stuðnings frá uppbyggingarsjóði Norðurlands eystra og ég bind mikla vonir við þessa vinnu. Áður en ég lýk máli mínu hérna í dag vil ég benda bæjarfulltrúum á meðfylgjandi gögnum fjármál Akureyrarstofu og þá vil ég þakka stjórn og starfsfólki innilega fyrir ánægjulegt og gefandi samstarf. Mér finnst það alveg einstakt að finna það jákvæða og hvetjandi viðmót sem finna má á Akureyrarstofu og ég tel það alveg ákaflega verðmætt. Ég tel að á Akureyrarstofu sé mjög mikilvægt starf. Þar sé að finna hjartslátt bæjarkerfisins sem skiptir okkur máli, ekki síður þegar harðnar í ári. Á sama tíma og nauðsynlegt að sýna aðhaldi í rekstri er ekki síður mikilvægt að sækja fram og horfa á með hvað hægt að auka tekjurnar. Hluti af þeirri sókn sem Akureyrarbær þarf má einmitt finna í störfum Akureyrarstofu, tengt atvinnumálum, ferðaþjónustu og markaðsmálum, hvort sem heldur er á íbúa eða atvinnumarkaði. Þá hefur menningar og listastarf í bænum áhrif á það hversu skemmtilegu, fjölbreyttu og líflegu samfélagi við búum í og eins og koma að í upphafi, hversu heilsueflandi samfélagi það er. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Hildíunu fyrir þessa stefnuræðu. Það eru þarna mörg jákvæð atriði og mjög skemmtileg og allt það, en varðandi heilsuna þá verð ég svolítið stressaður. Hjartað vera að slá og ég verð svona svitna og svona. Ég hef áhyggjur hver á að borga fyrir alla listina. Þannig að þetta ekki bara svona róandi að fara á listasafn og allt það. Við þurfum að hafa áhyggjur að því hérna í bæjarfélaginu okkar hver á að borga. Af því að þetta ekki þannig að þetta borgi sig allt sjálft. Við skulum bara aðeins fara í þessi mál og byrja í menningamálunum og með leyfi forseta þá segir langstærsti hluti þess fjármagn sem fer í menningamál á Akureyri fer til Menningafélags Akureyrar. Þar sem Hof, Leikfélag Akureyrar og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands undir og þar á eftir til Landsbókasafnsins, Listasafnsins og Minjasafnsins. Það sem að ég hef áður sagt hér varðandi Hof. Mér finnst sorglegt hvernig nýtingin á þessu húsi. Þetta yndislegt hús og allt það, frábær salur, en leigan eitthvað sem við þurfum að endurskoða. Og ég hef áður sagt það hérna, við þurfum svolítið að spila á markaðinn, framboð og eftirspurn. Hvenær vilja listamenn koma hingað og leigja salinn, á hvaða tíma? Þá á það að vera dýrara á þeim tíma sem hann eftirsóttastur. Til þess að fá meiri starfsemi í húsið, þá þurfum við að leigja salinn stundum ódýrari heldur en hann gert í dag. Þetta eitt af því sem ég hef bent á. Varðandi upplýsingamiðstöðina, að hér á sumrin þegar tónlistarskólinn í fríi, að þá býðir ekki í þetta hús ef að upplýsingamiðstöðin væri ekki hér í þessu húsi. Þá væri ekki mikil trafík hér á daginn, verð ég að segja. Þannig að fyrir mér þessi upplýsingamiðstöð mjög mikilvæg, enn sem komið það ekki allir með allt í símanum sínum, þannig að við þurfum, ef við ætlum að telja okkur ferðamannabæ og þjónustu að viðskiptavini okkar sem kom í bæinn, þá verðum við að veita þeim líka persónulega þjónustu. Við getum ekki sagt öllum að fara bara í símann sinn. Varðandi safnastefnuna þá fagna ég því að hún verið tekin fyrir og rædd hér í bæjarstjórn, bara mjög ánægjulegt og ætti að vera löngu búið. Varðandi þau áform að kaupa listaverk í hlutfalli við stofnkostnað nýbygginga og endurbygginga, þá tel ég að menn ætti nú fyrst að ná tökum á rekstri bæjarsjóðs, það að segja A-hluta. Ég nefnilega hefði þannig fyrir sig heima hjá mér þegar ég kaupi list að fyrst athuga hvort að heimilisbókhaldi stemmir og ef það afgangur, þá get ég splæst í það. Ef það ekki afgangur, þá ég ekki að leggja í sjóð til þess að kaupa seinna. Það bara þannig. Og ég held að það sé mjög skynsamlegt að við hugsum þetta þannig að þegar og ef að við höfum afgang, að þá skulum við fjárfesta. Varðandi þær mikilvægu viðræður sem eru framöndan við ríkisvaldið um endurnýjun menningarsamningsins, þá hefur fulltrúi Sjálfstæðismanna Eva Hrund verið, óþreytandi að benda á þennan mismun í gegnum tíðina og ég bara fagna því að það skuli við eiga að taka þetta upp og þetta verði endurskoðað í þeim viðræðum sem framöndan eru við ríkið. Við vitum vel að það hallar vel á okkur og við eigum þarna inni, við eigum ekkert að sætta okkur við það að við séum ekki styrkt í sama hlutfalli og höfuðborgin eða sem slíkt, þannig að ég bara hvet ykkur til dáða þar. Varðandi skilaskylduna og þessar 12 milljónir, þá finnst mér það ansi aumt. Ég hefði bara sagt, versku, gjör svo vel, þá getur bara tekið þetta tilbaka. Ég bent á það þegar ég satt sem varamaður í Akureyrarstofu fyrir 3 árum síðan að þetta væri gjörsamlega óboðlegt að við værum að borga með þessu og þá var talið að þetta væri 50 milljónir króna. Í dag heyri ég töluna 30 milljónir og mér má vera alveg sama hvort það eru 30 eða 50 milljónir. Þetta hlutur sem Akureyrarbær á ekki að vera að borga með og þessu skal skilað ef að þeir ætla ekki að borga fyrir þetta. Varðandi skáldahúsin þá bara hvet ég ykkur til dáða að reyna að ná í peningi í þau frá ríkinu af því að auðvitað á ríkið að taka þátt í þeim kostnaði sem að hlýst af rekstri á þeim húsum. En síðan þegar við ræðum markaðsmálin þá verð ég nú að vera ósammála. Ég bara
verða að vera ásamála. Það er bara þannig í markaðsmálum. Ég held að við munum öll slagorðið öll lífsins gæði. Einmitt. Akkurat. Þetta er herferð sem hafa farið í og fólk mann þetta enn. Þannig að það borgir sig ekki að fara í stuttar herferðir, það tel ég ekki alveg rétt. Og ég hef svo sem talað fyrir því að við þurfum að vera duglegir í því að markaðssetja þessa hluti og bæinn okkar betur, en þá þurfum við líka að gera það gagnvart fyrirtækjunum og þá fagna ég því að við skulum vera að kanna samkeppnisstöðu bæjarins í atvinnumálum og í íbúðamálum. Því að við getum ekki laðað til okkur fyrirtæki ef við erum ekki samkeppnisfær og ég heyri það núna daglega að það séu fyrirtæki að fækka starfsfólki, þau séu að loka og það séu verið að flytja starfsmenn úr bænum og þetta eru sorglega fréttir. Af því að auðvitað er ég eins og Hilda hérna stoltur af því að vera Akureyringur og öllum þeim gæðum sem við búum við. Það er bara svoleiðis. En það er eitthvað sem er ekki í lagi hjá okkur og þá verðum við að kanna það og sjá það á tölum til þess að geta tekið ákvörðun hvað við erum að gera. Appið góða sem er búið að vera á leiðinni ansi lengi. Frábært ef það er í vinnslu. Ég sé samt ekki hérna að sé verið að vinna þetta í samvinnu við önnur sveitarfélög. Ég veit að önnur sveitarfélög er að gera þetta og mér finnst verið að kasta peningum á glæ með því að vera ekki að vinna með þeim sveitarfélögum sem eru að vinna þessum málum. Þannig getum við deilt kostnaði og fengið hugmyndir sem að nýtast okkur öllum. Bara leiðrétti mig ef að þetta er rangt, bara endilega, en þetta er eitthvað sem að mér finnst alveg bara nauðsynlegt. Ég er svo þurr í munninu, ég get ekki rifið kjaft. Það liggur fyrir þingsályktunartillaga með leyfi forseta hérna formlega viðurkenningu Akureyrar sem miðstöð mála norðurslóða á Íslandi. Sko, ég vona að málið nái fram að ganga hratt og örugglega stendur hérna, en það get ég ekki heyrt annað en að allir séu sammála á tillögunni. Ég veit ekki hver allir eru, en það er bara frábært ef allir eru sammála. Ég aftur á móti skil ekki þegar við ætlum að fagna þessu með það að þetta verði miðstöð norðurslóða á Íslandi og svo erum við ekki til viðræðum að taka yfir norðurslóðasettur sem að einstaklingur er búin að koma hér upp. Ég vil sýna meiri metnað þarna og hvet meiri hlutann til þess að skoða það mál. Ég segi þetta gott í bíli og kem aftur á eftir. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnun og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til að byrja á því að þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu fyrir mjög góða yfirferð á málefnum Akureyrarstofu eða stofunnar. Það vakti athygli mína eins og hennar að þessi rannsóknum áhrif á heilsu. Það er alltaf gott að fá svona gögn fyrir tilfinningunni sem maður hefur. Ég held að menningarlíf og hvort sem það kostar eða ekki, eins og bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á, það hefur góð áhrif á geðheilsu að minnstakosti og væntanlega þá í framhaldinu á líkamlega heilsu. En eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á, þá fer stærsti hluti fjármagnsins til menningarmála, til menningarfélagsins, sem er eðlilegt, af því að það eru stofnanir sem eru mestri framleiðslu. Það kom fram í máli rekstrarstjóra menningarfélagsins fyrir vetur að af þeim sirka 200 milljónir sem ríkur leggur til alls menningarstarfs á Akureyri og þá á móti 550 milljónum frá Akureyrarbæ, þá frá menningarfélaginu einu og sér hafi verið greidd laun 420 milljónir á síðastliðnu ári og af þeirri upphæð runnið 150 milljónir í opinber gjöld og 60 milljónir í virðisaukaskatt. Þannig að það má segja að það renni mun meira fjármagn til ríkisins heldur en þeir leggja til þessa samnings.
og af því að meginmarkmið menningarsamningsins er að styðja við atvinnumennsku í listum á Akureyri, þá má segja að virðisauki ríkisins við að setja fjármagn í menningarstarfsemina hérna sé algjörlega augljós. Það er sláandi að skoða myndirnar sem fylgja hérna gögnunum. Þar sést glöggt að framlög til þeirra stofnana sem eru á fjárlögum hækka ár frá ári í takt við launahækkanir og aukinn kostnað, en framlögin til okkar standa í stað. Þetta er náttúrulega algjörlega óásættanlegt. Svo langar mig aðeins til að koma inn á kostnað við menningarhúsið sjálft sem við stöndum hérna í og erum í, yndislegt hús og öll sammála það. En við skattgreinendur Akureyrarkaupstaðar, innri lega húsins er 230 milljónir á ári og það án stuðnings frá ríki, en til samanburðar þá greiðir ríkið 900 milljónir á ári í rekstur Hörpu. Einhver sem ég þekki hafði einhvern tímann orð á því að ríkið hafi komið að því að búa til króan en stungið svo af frá öllu saman og ekki greitt meðlagsgreiðslur. Væri til dæmis sanngjarnt að ríkið kæmi að einhverju leyti að rekstri þessa hús. Þá langar mér rétt til þess að lýsa ánægju með verkefni hérna greiðum listamönnum og listasafninu og það að hafa stutt veglega við barnamenningahátíðina eins og formaður kom inn á. Ég hlakka eins og fleiri til að safnastefna líti dagsins ljós og tel mikilvægt að skilgreina hvaða söfn við ætlum að styðja og ekki síður hvaða söfn við ætlum ekki að koma að rekstri að. Og mér líst mjög vel á þessi meginstef sem liggja fyrir. Það hefur lengi verið á dagskrá að tiltekið hlutfall stofnkostnaðar við nýbyggingar og endurbyggingar á vegum Akureyrarbæjar fari í kaup á listaverkum og mér þykir það mjög ánægjulegt að eiga von á slíkri tillögu að ég held að það sé mikilvægt og við getum bara auðvitað, þetta er bara partur af því að gera húsin falleg, myndi ég segja. Þú veist, við þurfum alltaf að vera í aðhaldi í rekstri en þetta er svona að í okkar fasteignir hafi á að skipa eða séu listaverk þar inni, held ég að sé bara einmitt til að gleðja augað og auka ánægju. Bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á þann áfangasíðu sem náðist í vetur við menntamálaráðherra samþykkti 12 milljónirnar og það er auðvitað fyrsta skrefið að fá viðurkenninguna og ég held að sé ástæða til þess að hrósa núverandi menntamálaráðherra því að þetta er búið að vera í mörg ár verið að reyna að koma eða fá peninga í þetta verkefni en hún hefur þá tekið fyrsta skrefið sem er alls ekki nóg og ég er sammála bæjarfulltrúa Þórhalli Jónssoni að þarna er langur vegur frá að þessi nóg að gert. En hérna þetta auðvitað eins og önnur slík starf sem að vera greidd algjörlega af ríki og við eigum ekki að sætta okkur við neitt annað. Það hefur verið mjög ánægjulegt að fylgjast með þeim breytingum sem við höfum séð á upplýsingagjöf á starfsemi bæjarins og mig langar til þess að hrósa starfsfólkinu sérstaklega fyrir það. Bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á sameiningu Eyþings og atvinnuþróunarfélaginu og fór yfir hlutverk þess nýja félags og ég velti fyrir mér eins og er reyndar til skoðunar einhver leyti, samvinnu og eða flutning verkefna eða hvernig við nýtum betur þann mannafla sem við höfum bæði í þessu sameinaða félagi og Akureyrarstofu og þá ekki síður markaðsskrifstofunni. Þú veist að öll þessi félög eru nátengd og eru nátengdum verkefnum og samstarf þarna á milli verður þarf mögulega að auka en allavega gæti fundist í því einhver tækifæri. Ég, líkt og formaðurinn, er ákaflega spennt fyrir innleiðingu á Akureyrarappinu eða Akureyrarkorti og er vongóð að það líti dagsins ljós á þessu ári. Og þá getum við búið mögulega einhverja þjónustu í einhverjum átöksverkefnum á betra verði til íbúa sem er að sjálfsögðu svona megin tilgangurinn. En að öðru, það er áhyggjuefni að íbúum bæjarfélagsins fjölgi ekki í samræmi við almenna íbúafjölgun á landinu en hvað er þá til ráða og að mínu mati er hlutverk sveitarfélagsins fyrst og fremst að hafa grunnþjónustuna í lagi og við í meirihlutanum höfum verið að leggja áherslu á leikskóla og skólamál ásamt því að setja kraft í skipulagsmálin samhliða því að reyna að hagræða sjálfsögðu og án þess að draga úr þjónustunni. Svo er alltaf spurningin hvað við varum að gera fleira
og hvernig við eigum að vekja athygli á okkur og lokka til okkur nýja íbúa. Stundum velti ég fyrir mig hvort að stærð sveita eða samfélagsins hérna sé einhver leyti óhentug. Við erum einhvern veginn of stór til þess að myndist svona hópstemning fyrir að gera hlutina saman og við séum öll að róa í sömu átt, þar að segja bæjarbúar allir. En við erum of lítil til þess að sveitarfélagi standi undir að greiða og sjá verkefni og greiða allan kostnað. Við höfum byggt hérna upp innviði fyrir sirka 25.000 manna samfélag og þyrftum helst að komast inn að mínum mati upp í þann fjölda eins hratt og mögulegt er til þess að bara nýta og geta þá haldið áfram að byggja upp. Og það er náttúrulega ekki síst þess vegna sem að okkur hérna inni og meirihlutanum finnst mikilvægt að Akureyri verði skilgreind sem svona second city eða Tromsö Íslands. Módelið er til, ég meina það er hægt að skoða bara hvað Norðmenn gerðu og við þurfum að sjálfsögðu eins og hefur komið fram hérna í umræði á undanförnum mánuðum fá svona þjóðarsátt það verkefni að við verðum þetta mótvægi og að öllu leyti getum boðið upp á þjónustu sem er sambærileg við suðvesturhornið og mínu mati kannski enn mikilvægara að við gerum þetta hérna á Íslandi heldur en í Noregi. Af því að við búum, fylgja því áskoranir að búa á eldfjalli og jarðskjálftaeyju, bara þó það væri ekki nema öryggisins vegna. Þá þyrftum við að hafa hérna öflugan, sterkan stað akkurat einmitt hinum megin á landinu. Svo má velta fyrir sér smærri verkefni og hlutverki sveitarfélagsins í því. Við erum til dæmis náttúrulega einn stærsti ferðaþjónustuaðili bæjarins með rekstur Sundlaug og Hlíðarfjalls og menningarstofnana og svo framvegis. Eigum við að taka meira heldur en við höfum kannski gert frumkvæði í því að hafa okkur eins og ferðaþjónustufyrirtæki og vera að setja saman pakka. Það var gert og er í gangi að einhverju leyti með komdu norðurverkefni en ættu við, og þá er ég kannski svolítið að blanda saman hérna íþróttamálum, en ég lít á Hlíðarfjall sem ferðaþjónustu og mér finnst við vera með vannýtt tækifæri þar í að hafa okkur eins og ferðaþjónustu fyrirtæki og taka vel á móti fólki. Og ég get auðvitað ekki komið hérna upp að þess að tala beintflugin á Akureyrarflugvöll. Ég er sannfærð að það geti gjörbreytt möguleikum Norðurlands alls ef það næðist. Starfsemin á flugvellinum í dag er mjög fjölbreytt og meira að segja áætlunarflug nú þegar til Grænlands. Beintflug til Keflavíkur myndi líka auka lífsgæði og festa og styrkja búsetuna hérna. Og það er því mjög ánægjulegt að finna allan þann stuðning sem að uppbygging á Akureyrarflugvelli hefur bara meðal íbúa Norðurlands og ekki síður bara ríkisins og sveitarfélaganna alla. Þannig að ég hef fulla trú á því að þessi vinnuhópur sem nú er að skoða uppbygginguna skili okkur tillögum sem að koma okkur áfram í því verkefni og við getum hort bjartsýn fram á veginn. Og svo að lokum vil ég aðeins nefna Norðurslóðabæjarins og það bæjarfulltrúi Þórhallur. Ég held að þar séu ónýtt tækifæri. Við höfum verið að efla sem Norðurslóðabær með allar þessar alþjóðastofnanir upp í háskólasvæðinu og í hugum íbúa landsins þá held ég að við séum Norðurslóðabær Íslands og skilgreiningin er mikilvæg bara til þess að geta sagt það og sótt styrki og það er, og ég vil hvetja kannski starfsfólk þá Akureyrarstofu og okkur öll til þess að vera duglegir að leita styrkja í alls konar verkefni sem við erum að taka þátt í og bæði til Norðurlöndunum og Evrópu. En ég ætla svo sem að geta hafa þetta lengra í bili og þakka enn og aftur formanni fyrir mjög góða yfirferð. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir góða kynningu. Bæjarfulltrúi Hildajana, eins og kom fram hjá henni og reyndar fleirum, þá erum við hér á Akureyri að bjóða upp á menningarviðburði í hæsta gæðaflokki.
þrátt fyrir takmarkaða aðstoð frá ríkinu. Og svo erum við líka með skíðasvæði og sundlaug og kjarnaskóg og ótalmargt fleira sem að trekkir ferðamenn hingað norður. Og ég velti fyrir mér hvort við eigum sóknarfæri í því að það streyma inn í landi hreinorkubílar, bæði fólksbílar og jepplingar. Það kom fram í fréttum á dögunum að af fólksbílum sem voru fluttir til landsins árið 2019 voru 22% hreinorkubílar. Þetta er að verða ansi mikið. Þannig að nú þegar geta mörg þúsund fjölskyldur á höfuðborgarsvæðinu valið að fara í ferðalag til Akureyrar án jarðefnaeldsneytis eða að fara til útlanda með flugi með tilheyrandi mengun. Án þess að ég sé eitthvað að gera sérstaklega lítið úr flugi, ég bara held að margt fólk sé farið að hugsa svona. Og kannski er þarna tækifæri sem að mun þá væntanlega bara fara stækkandi. Takk. Það var bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka fyrir þessa huggulegu yfirferð á störfum mistengdum stjórn Akureyrarstofu. Mér finnst mjög áhugavert að heyra SSNEO, hvernig áherslan í atvinnumálum er kannski að færast þangað, sem ég held að sé bara mjög jákvætt. Ég held að þetta samstarf, það að þétta samstarfið við sveitarfélög í kringum okkur sé bara ótrúlega jákvætt og ég bara fagna þessu. Og það er líka bara mikilvægt að það sé svona fókus í þessum málflokki, að þetta sé á einum stað, og mér heyrist það að vera í raun og veru kannski svolítið komið eða að smella, þannig að ég ætla nú að fagna því sérstaklega. Það eru svona nokkur atriði bara sem ég langaði svona aðeins að nefna, og fyrst langaði mig til þess að nefna Amtsbókasafnið, og mér langar bara svona að tala það hvað mér finnst það ótrúlega flott stofnun sem er að gera svo rosalega margt nýtt, af því einhvern veginn eru bókasöfn og lestur á niðurleið og fullt af fólki getur ekki lesið sér til gagns og rithöfundar hanga á horriminni og allt er bara á niðurleið einhvern veginn í bókabransanum, finnst manni stundum. Þá kemur bara Amtsbókasafnið og finnur upp á hlutum. Og mér finnst þetta til svo mikillar fyrirmyndar að mér finnst bara, ég varð bara að koma upp og tala þess þetta, og nýjasta verkefni þeirra er að leigja út bökunarform, eða lána út bökunarform, fylg snilld. Og ég vil bara líka bara hvetja Amtsbókasafnið áfram á þessari braut, og sem sýnist hugsanlega vera að fara í átt að því svona, sem stundum kalla svona verkfærasafn, það er að segja tool library, þar sem að fólk getur komið og fengið lána svona hluti sem að ekki allir þurfa að eiga, en margir þurfa að nota einu sinni eða tvisvar á ævinni. Og ég er bara svo hrifin af þessu starfi sem að þarna fer fram, og þessum hugmyndum sem er greinilega grassera þarna. Og svo vildi ég segja líka, ég fagna þessum óvæntu fréttum sem ég vissi ekki af fyrir, sem var að hér væri starfandi starfshópur listnám á háskólastigi. Það er bara alveg frábært, og ég var sjálf hálfbúin að gefa upp vonina á því að þetta yrði eitthvað á næstu áratugum, þannig að þetta er rosalega góða fréttir fyrir okkur, af því að þetta er svo mikilvægt að þetta listnám og þessi skapandi hugsun sé kennd á þennan markvissa hátt sem að það gerist á háskólastigi. Og við höfum þetta svo oft, og það þetta bara dálítið þannig að við eigum alveg óbúslega flott ungt fólk sem að kemur upp í gegnum framhaldsskólana og blómstrar einhvern veginn þar í einhverju menningu, í leiklist eða ritlist eða myndlist, og svo þurfa þau einhvern veginn öll að fara, og það er svo ótrúlega mikill missir af þessu fólki, þannig að það að þetta fólk gæti haldið sínu listnámi sem valkosti, það væri bara svo mikils virði. Mér finnst áhugaverð þessi spurning
sem að bæjarfulltrúi Þórhalla kom með sem hver á að borga. Og það spurning sem að við eigum alltaf að vera að spyrja okkur. Við Þórhallar höfum gríðarlega ólíkar skoðanir á því hver á að borga fyrir hvað. Og ég hef til dæmis sett fram spurningar það hvort að bæjarfélagið eigi að borga fyrir rekstur upplýsingamiðstöðvar. Og það voru þetta farið yfir stuðning ýmsan sem að í atvinnumála málaflokknum má kannski segja einmitt eins og Hilda Jana sagði frá svolítið fókusað á ferðaþjónustuna og ég hef svona verið að spyrja svona út í loftið bara eins og ég geri hér, ég meina hvenær ferðaþjónustan orðin nógu burðug atvinnugrein til þess einhvern veginn að borga fyrir sig sjálf? Mér finnst algjörlega verið að komið að þeirri spurningu og það að bæri vil ekki kaupa eitthvað norðurslóðasetur eins bara fínt og flott og það setur ég meina þá finnst mér bara ekkert alveg sjálfsagt að bærin kaupi alls konar ferðaþjónustu fyrirtæki. Og bara, mér bara svona mjög gagnrýnin á það að Akureyrarbær sé að reka upplýsingamiðstöð sem mér finnst þá allavega ætti að vera upplýsingamiðstöð fyrir þá íbúa núverandi og verðandi, alls ekki síður heldur en ferðafólk. Það væri þá verjandi að reka svoleiðis upplýsingamiðstöð og ég held að við getum gert betur í því að taka á móti fólki sem að kemur hingað, sem að flyst hingað. Það auðvitað fjöldi fólk sem að kemur alls staðar að úr heiminum og flyst hingað til Akureyrar af alls konar ástæðum. Og ég held til dæmis að ef við tækjum virkilega vel á þessu móti, á móti þessu fólki, á kannski dálítið persónulegan hátt, eins og maður hefur stundum heyrt að sé gert í einstaka sveitarfélögum annars staðar í heiminum, þar sem að til dæmis fólk fær bara eitthvað svona sérstakt velkomin bréf, jafnvel pakka, með einhverjum upplýsingum. Svoleiðis spyrst út og ég alveg fullkomlega sammála bæjarfulltrúa Hildu Jönu að maður á ekki að fara í einhver markaðsátök. Maður á bara að vera æðislegur og það mun fréttast. Þetta alveg að fara að fréttast hjá okkur. Og ég líka virkilega hrósa starfsfólki Akureyrarstofu sem að sinna upplýsingamiðlun og þetta hlaðvarp, þetta podcast nýja finnst mér bara alveg stórkostlega flott. En ég vil þó gera athugasemd við það að það ekki aðgengilegt á hlaðvarpsveitum. En ég ætla bara að gera ráð fyrir að það standi til bóta með þróun þjónustunnar. En það hvernig upplýsingamiðlun fer fram finnst mér á samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum og bara alls staðar finnst mér bara til mikilla fyrirmyndar og mér finnst við hafa bætt okkur gríðarlega þar. Varðandi skylduskilin, þá ætla ég bara aðeins að taka undir með honum Þórhalli félaga mínum að því stundum erum við nefnilega alveg sammála. Og ég velti fyrir mig líka einmitt, hvað veldur því að við erum búin að meta þarna einhvern kostnað sem kannski 30 milljónir, kannski 50 milljónir og svo kemur og við segjum bara ríki á auðvitað að borga þetta eins og þetta greiðir fyrir á öðrum skylduskilasöfnum og þá kemur ríki og býður 12 milljónir og við bara já, fæn. Og ég skil ekki alveg hvað hugmyndafræði hvað samningatekni þarna bakvið. Og af því að ég hef ekki fengið þær upplýsingar að þessi skylduskil séu ótrúlega mikils virði fyrir okkar samfélag, heldur bara fyrir íslenskt samfélag í raun. Og mér finnst við þurfum alltaf að meta þetta og ég tek alveg undir eins og varðandi skáldahúsin að auðvitað eru þau mikilvæg fyrir okkar samfélag en þau eru samt ekkert mikilvægari held ég fyrir okkur heldur en aðra Íslendinga. Þessi sagna- og bókmenntaarfur bara mikilvægur fyrir okkur sem þjóð og svona súrt í broti og tek undir og það bara mjög fínt að setja fram þessar samanburð á styrkjum sem að ríki veitir menningu inn á höfuðborgarsvæðið til höfuðborgarinnar og síðan og ég alveg sammála því að það lýsir ekki góðri byggðastefnu einhvern veginn, eða það lýsir bara þessari byggðastefnu sem að kannski ennþá við lýði sem að allt eigi að vera í Reykjavík en það nú þannig að það mikið talað það að breyta þeirri stefnu. Og svo að lokum þá langar mig bara til að auglýsa eftir appinu sem við erum öll svo ógeðslega spennt fyrir að fá og erum búin að vera ógeðslega spennt fyrir í mörg ár.
og ég bara svona langar til að spyrja hvað er þetta dettin? Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jónu ræðina og þetta fína stöðuyfirlit. Það var nokkur þættir sem ég nautum og vil gjarnan gera umræðefni þó aðrir hafi kannski nú þegar komið inn á. Í fyrsta lagi þá fjallaði bæjarfulltrúi Hilda Janne viðræði við ríkisvaldi endurnýjun menningarsamningsins og segir svo að hann megi gera sérstöku umtalsefni hér í bæjarstjórn og því er ég hjartanlega sammála. Fyrir liggur að framlög til menningu og lista landshlutanum eru afar lítill hluti af framlögum ríkisins til menningu og lista á höfuðborgarsvæðinu eins og kom fram í máli forseta bæjarstjórnar. Og þá segir bæjarfulltrúi Hilda Janne að þarna séu mikil sóknarfæri og því vil ég einfaldlega spyrja hver er stefnan? Hvernig á að vinna verkefni áfram og hvers vegna er ekki hart sótt eftir þessu fjármagni? Þetta er pjúra byggðamál og mikilvægt að menning og listir á landsbyggðinni séu metið til jafns við sambærileg verkefni á höfuðborgarsvæðinu. Þá varðandi atvinnumálin, þá hef ég nokkrar athugasemdir eða kannski frekar vangaveltur. Það er auðvitað mjög jákvætt skrefa að nú sé búið að ljúka sameiningu Eyþings- og atvinnuþróunarfélagana og eftir standa vangaveltur hvernig meirihluti sér fyrir sig aðkomu nýrra samtaka atvinnumálum Akureyringa til framtíðar. Að hverju er stefnt. Ég fagna því að nú eigi að ráðast í greiningu á samkeppnishæfni sveitarfélagsins sem var einmitt mál sem ég vildi vekja athygli á í bæjarstjórn fyrir tæplega 1,5 ári. Þar sem ég velti hins vegar fyrir mér eru tímasetningar í starfsáætluninni. Gert er ráð fyrir að atvinnustefna Akureyrarbæjar verði einfölduð og aðgerðaáætlunin verði að gera skilvirkari og með ábyrgðaraðila innan kerfisins og því verði lokið í apríl. En hins vegar verði markaðsgreining á fyrirtækjamarkaði ekki lokið fyrr en í desember. Er ekki upplýsingar úr markaðsgreiningunni einmitt tólið sem við þurfum til að gera atvinnustefnu bæjarins skilvirkari og tengdari við þau markmið sem atvinnulífið stefnir að? Það eru ekki að spýta þessi lófana og ljúka þessa greiningu allra fyrsta svo við getum náð sem bestum árangri í sókn á fyrirtækjamarkaði. Þá nefndi bæjarfulltrúi í ræðu sinni að vilja til þess að formgera samstarf til dæmis við matvælaframleiðendur og framleiðendur og til þess megi setja á fót samráðsfundi Akureyrarstofu, menntastofnana og atvinnulífs. Nú er tíðrætt tengingu atvinnulífsins og menntastofnana á svæðinu eins og til dæmis háskólans og hvernig efla megi þær tengingar. Hvernig sér formaður Akureyrarstofu það samstarf fyrir sér og er ykkur áætlanir á blaði samtal þar á milli? Svo vil ég bara fagna því einnig að nýsköpunarráðherra sé að taka til hendinni og breyta fyrirkomulagi við stuðning til nýsköpunar. Það eru framfara skref og lýsi hugrekki að grípa til þessara aðgerða í þágu uppbyggingar á málaflokknum. Þá hefur verið lýst yfir þeim vilja að færa störf og fjármagn til nýsköpunar út á land. En það er auðvitað nákvæmlega innspýtingin sem við þurfum hér í landshlutanum. Það eru ekki bæjarstjórnin hér að vera leiðandi í því að móta hvaða þjónustu við krefjumst til landshlutans. Hér þarf að marka skýra stefnu og lýsa skýrt hverjar þær kröfur við gerum til þeirra þekkingar sem við þurfum að hafa aðganga og hvaða þjónustu við þurfum til að efla nýsköpun og þau mörgu sóknarfæri sem hér á landshlutanum eru. Þá var einnig fjallað í ræðunum samráðsfundi íþróttahreyfingarinnar og Akureyrarstofu. En ég tel tækifærin auðvitað bara gríðarlega mörg í íþróttaferðamennsku og tel viljan einnig líka fyrir hendi. Mjög ánægjulegt að heyra bæjarfulltrúa Höllu koma inn á þetta efni og sýna því áhuga. En hver eru markmiðin fyrir árið? Á einungis að hefja samtal eða á að merka stefnu? Hér er mjög mikilvægt að horft verði til þess að auka tekjur og annan hátt en að hækka gjöld. Sóknarfærin eru gríðarlega mörg. Ég þarf bara að leggja skýra línur og marka stefnu sem miðar að því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég að byrja á því að þakka bæjarfulltrúi Hildu fyrir hennar yfirferð á starfsemi Akureyrarstofu og stjórnar Akureyrarstofu og það kannski segir svolítið í þessari yfirferð hennar hversu öflugt og mikilvægt starf við erum að vinna á þessu sviði. Menning er okkur mikilvæg og bæjarfulltrúi Hilda kom ágætlega inn á það að hún er heilsueflandi með þessa líka og maður finnur það bara sjálfum sér að sækja menning og listir gerir manni bara gott, hvort sem er í listasafninu hér í Hofi eða á öðrum stöðum til að mynda Græna hatturinn sem er sjálfrekin eða einkarekin
skemmtistaður hér í bæ og er mjög öflugur í menningarstarfi. En þetta skiptir okkur máli að hafa gott og öflugt samfélag og menningu og það held ég að sé eitt lykillinn af því að búa til samfélag, það er að bjóða upp á menningu. Við höfum náttúrulega í gegnum árin verið að berjast fyrir því að fá aukna hlutdeild frá ríkinu til rekstur okkar menningarstarfsemi. Menningarfélagi eins og kom fram í máli Höllu, þá erum við að borga 230-40 milljónir ef við munum rétt í innri leigu hér í þessu húsi sem að hýsir þá menningarfélagið. Við erum síðan líka að styrkja menningarfélagið og það er alltaf, má segja, gegnum ríkið vegna þess að ríkið er að koma með framlag til menningarmála upp á 204 milljónir á ári til rekstursins, en það er bara engan veginn nóg og það hefur ekki dugað og við verðum að sækja fram. Menn hafa verið að velta við sig hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera þetta. Við náttúrulega erum búin að vera að funda með ráðamönnum og svona bara til þess að létta á minni hlutunum aðeins að þá er ég og bæjarstjóri að fara að funda með menntamálaráðherra 18. mars varðandi þetta mál og auk þess sem að við höfum verið að berjast fyrir þessu á öðru vígstöðum. Það má heldur ekki gleyma því og bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á það að lýsti því yfir og ég svona stundu þá koma sjálfstæðismenn og segja að þeir hafi átt frumkvæði öllu og hann benti á það að bæjarfulltrúi Eva hefði margoft bent á það að það þyrfti að auka við menningarsamningin. Við höfum alveg frá því að við tókum við meirihlutanum, þessi sami meirihluti og situr núna 2014 verið að berjast fyrir því og við fengum, svo við gleymum því nú ekki, við fengum stóraukin framlög á árunum 2015 og 16. Þannig að við erum búin að vera að fá og við erum búin að sækja á og það hefur verið skilningur ríkisvaldsins til þess að koma til móts við okkur, en við þurfum meira. Við erum að reka hér öflugt batteri sem að kallar á meira og bæjarfulltrúi Hilda fór ágætlega í gegnum það í rauninni hlutfalli sem við erum að fá sambærilegt við aðrar stofnanir og það hefur bara verið, menn hafa verið að auka framlag til menningar í landinu vegna þess að menn sjá að það er mikilvægt, en það hefur kannski hækkað meira á suðvesturhorninu heldur til okkar og við þurfum bara að fá það leiðrétt og það er það sem við erum að sækja á núna þessa dagana og við höfum fundið fyrir því að það er vilji ráðamanna til þess að leiðrétta okkar hlut. Það var gerður samningur núna daginn þar sem var bætt í 20 milljónir, annars vegar 8 milljónir sem runnu til Sinfóníuhljómsveitarinnar og síðan 12 milljónir sem kom í skylduskil og væntanlega mun Hilda Jana bæjarfulltrúi svara því ágætlega með skylduskilin en það er einhvað síður svo að við náðum þess ekki en við ákváðum þó samt sem áður vegna þess að þetta er nú verið að greiða inn á þetta í fyrsta skipti að við skildum ekki kannski gefast upp við svo búið og eigum aftur fundu eins og ég sagði með ráðherrum þetta núna 18. mars og þar mun þetta málefni vera á dagskrá. Ég ætla líka að taka undir með því sem hefur komið hérna varðandi skal ég segja SSNE og mikilvægi þess að nýta það þá ágætu stofnun. Við þurfum að horfa til þess hvernig við getum nýtt okkur það sem best hér. Við erum náttúrulega stærsti aðilinn að þessum samtökum og það er mikilvægt að við séum kannski ekki að vinna tvíverknað milli okkar annars vegar og Akureyrar hins vegar, þannig að við þurfum að horfa til þess að ná fram svona samlegð með þessum stofnunum. Þannig ég held að það sé mikilvægt að við svona skoðum það núna þegar SSNE er að taka sín fyrstu skref að við svona veltum því fyrir okkur hvernig við getum nýtt það sem best fyrir okkur í samfélaginu. Hér erum við talað upplýsingamiðstöð og ég er svolítið á sömu skoðun og bæjarfulltrúi Sóley. Upplýsingamiðstöð var á sínum tíma sett til hér á fót og ég held að það sé alveg komið tími til þess að ferðaþjónusta geti séð þetta sjálf auk þess sem að þetta er meira og minna að færast inn á app og svona tölvutækni þannig að ég held að til framtíðar verði minni þörf á þessu hér hjá okkur og ég held að sé rétt að skoða möguleika á því hvort að við getum farið út úr þessu. Það náttúrulega kemur örugglega fram hér líka en ég var svolítið hissa þegar bæjarfulltrúi Þórhallur spurðist fyrir það hvort að við værum að gera þetta bara ein og sér varðandi appið að það var nú bæjarfulltrúi ég held að það veri bæjarráð frekar mér minni að það veri bæjarráðsminnskosti sem að skipaði eða fól bæjarstjóra að eiga samtöl við önnur sveitarfélög þetta þannig ég held að þetta sé nú komið á góðan rekspöl í samstarfi við önnur sveitarfélög það er mikilvægt að það sé gert. Bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á það hver á að borga og velti fyrir sér að það væri dýrt að eiga hlutina og það við þurfum að átta okkur á því hvort við getum borgað þetta en kom svo skömmu seinna og þarna lýsti því yfir að við varum hálfgerðir ræflar geti keypt Norðurslóðasetri þannig að hann svona talaði svolítið í kross en það er einhvað síður það sem við erum að horfa til þess þegar við erum að horfa á það að Akureyri verði höfuðborg Norðurslóðaseturs á Íslandi
þá er það mikilvægt skref til að styðja við þær stofnanir sem eru í háskólanum í dag. Og við erum núna það eru margar öflugar stofnanir þar á vegum norðurslóða og þetta er bara liður í því í rauninni að styrkja stoðir þess og þar erum við náttúrulega að horfa til þess að ríkið kom inn með fjármagn til þess að styðja við þessar stofnanir sem eru okkur afar mikilvægar, ekki bara hér á Akureyri, heldur Íslandi öllu og norðurslóðum. Mér langar líka bara því að bæjarfulltrúi Halla kom inn á það og ég held að við séum verðum bara líka að segja eins og að við getum hrósa menntamálaráðherra fyrir þessar 20 milljónir sem komu núna nýlega. Hún hefur talað það að koma betur inn í þetta og ég er viss um það að okkur tekst það að koma okkar málum á framfæri og ég hef fulla trú á því að við náum árangri í þessum efnum, þar að segja að við fáum meiri fjármuni inn í okkar rekstur, þar að segja til menningarfélagsins, vegna þess að það er okkur mikilvægt, það er landsbyggðinni mikilvægt og það er Íslandi öllu mikilvægt. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona líkt og aðrir að byrja því að þakka bæjarfulltrúa Hildi Jönu kærlega fyrir mjög góða yfirferð og það er alveg greinilega að miklu er að taka og ég held ég get nú bara tala fyrir hönd okkar allra hérna í bæjarstjórn og við erum bara virkilega stolt af því starfi sem verið er að vinna hérna varðandi menningarmál á Akureyri og hvað sem heldur er í hofi, listasafninu eða jafnvel með þess að græna hattinu sem við kemur okkur ekki hvað rekstur varðar en ég heldur sem voðalega ánægð með þetta litla hús þarna í göngugötunni. En mér langar svona líkt og aðrir aðeins að koma inn á skylduskilin. Við erum virkilega ánægð og bara mjög jákvætt það að við séum að fá framlag frá ríkinu varðandi skylduskilin en við eigum virkilega og auðvitað að halda áfram að berjast fyrir því að fá rétta hlutdeild frá ríkinu, hvort sem það er í þessu verkefni eða einhverju öðru sem að tengist verkefnum fyrir ríkið. Það sem ég hjó svolítið var varðandi menningarsamningin og prósenturnar sem að bæjarfulltrúi Hilda kom inn á áðan, varðandi 5% sem er hlutdeild Akureyrarbæjar og það að horfa á 10%. Við verðum bara að halda þessu virkilega á lofti og halda áfram að berjast fyrir okkar hlutdeild í rekstri þessara mannvirkja og menningarmála almennt. Ég fagna því að við erum að fara að leigja út fyrstu hæðina í Ketilhúsinu og ég vona að breytingarnar á gjaldskránni muni koma til þess að við getum leigt enn frekar húsnæði út og eins með Sigurhæðir að það fór svo að við seldum það ekki, heldur er það komið í leigu eða mun vonandi ganga eftir þannig að það er bara mikið fagnaðarefni. Ég hlakka mikið til að sjá hvernig safnastefnan verður og teku undir það að það er bara að gera kanna fýsleikana og að sameina sögu og minjasöfn hérna í bænum þar sem að Akureyrarbær kemur að rekstrinum. Að ég held að bara geti verið mjög jákvætt varðandi rekstrakostnað og annað og örugglega auki líka tækifærin á að skoða þann möguleika. Varðandi verkefnisstjóra upplýsingamiðluna sem er komið núna til okkar, þá er þetta bara virkilega góð viðbót við það sem að fyrir er. Við finnum það öll hérna sem fylgjumst með samfélagsmiðlum og fréttum að það er fréttir varðandi Akureyrarbæ og allt sem við kemur þjónustunni og viðburði hafa aukist gríðarlega. Og svo mikið að fólk annars staðar á landinu fara að taka eftir þessu og hrósa okkur fyrir þetta. Og þetta er bara mjög jákvætt og til dæmis ein frétt þar sem að koma upplýsingar ert að flytja til Akureyrar og allar upplýsingar sem fólk þarf að fá þegar það er að hugsa að flytja í bæinn. Virkilega sniðugt og eins líka bara kynningin á starfsfólkinu okkar sem við erum virkilega stolt af, þjónustugáttin og svo má áfram telja. En mér langar svona aðeins að koma inn á þessa viðburði á Akureyri. Í rauninni er þetta öll flóran sem við höfum hérna á Akureyri og það að endurskoða aðkoma Akureyrar og viðburðum og hátíðum. Ég held að við eigum einmitt að tengja þetta við frístundaráð, líka jafnvel fræðsluráð líka því að við erum að leigja út skóla sem að tengjast íþróttaviðburðum til dæmis og það er stór partur og ég held að við áttum okkur ekki öll á þeim viðburðum og hátíðum sem eiga sér stað hérna á ári. Hilda Jana bæjarfulltrúi taldi aðeins upp nokkra viðburði og ef við myndum skoða þetta yfir árið þá er væntanlega bara, ég veit ekki hvað þetta er mikið, þetta er alveg gríðarlegu fjöldi sem er að koma hérna og þá sérstaklega líka í tengslum við íþróttir og íþróttamót. Og ég held að við eigum að skoða hvað við getum gert í þessu og mynda heildstæða stefnu og tengja þessi svið öll saman til þess að sjá hvernig við getum gert vel
fyrir þessa aðila sem að koma að heimsækja okkur í bæinn. En varðandi það sem bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á að nýta Hof betur, þá get ég tekið undir það. Ég held bara frábært húsnæði og ef við getum fundið leiðir til þess að nýta betur og þá líka kannski jafnvel bara til þess að nýta fyrir starfsemi bæjarins betur, að þá eigum við að skoða það. Mér langar líka líkt og aðrir að koma aðeins inn á Akureyrar appið. Ég sá einmitt í starfsáætluninni að formið hefur eitthvað breyst á þessu. Mér langar kannski að biðja bæjarfulltrúa Hildi Jönu aðeins um að fara inn á það fyrir okkur, upplýsa okkur aðeins um það, hvernig sjá þetta fyrir ykkur. En Amtbókasafnið, aukna þjónustan þar. Það kemur mér nú ekki á óvart að bæjarfulltrúi Sóley skuli koma inn á þetta hérna í sínu tali, en þetta bara virkilega góð þjónusta og frábært þegar stofnanir sýna svona frumkvæði að vera tilbúin til að stíga út fyrir ramman og prófa eitthvað nýtt. En ég get alveg tekið heils hugar undir það að við eigum að skoða þau tækifæri sem að liggja í nýstofnu félagi varðandi SSNE, hvernig við getum nýtt þetta öfluga félag betur, okkur til framdráttar sem og öðrum samfélagum sem að tengjast þessu félagi. En bara enn og aftur takk kærlega fyrir bæjarfulltrúa Hildi Jana, búið mjög áhugavert. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sinni. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég steingleymdi einu. Ég ætla að spyrja sviðsvagnin sem að hefur að mér skilst verið ákveðið að auglýsa til sölu og í þessu samhengi með viðburði í bænum og sem að mér finnst enn eitt sem að má nú hrósa Akureyrarstofu fyrir, það svona stuðningur við sjálfsprottið menningarstarf og viðburði sem gríðarlega mikilvægt og og stundum það þannig að það sem að kannski bærinn leggur mest af mörkum varðandi viðburði og ég til dæmis að nefna druslugönguna sem dæmi viðburð, þar sem að sviðsvagnin, bærinn kemur með sviðsvagnin og lánar hann endurgjaldslaust sem stuðning við verkefnið. Og ég bara svona velta fyrir mér ef við ætlum að selja hann sviðsvagn, ætlum við þá að kaupa annan eða hvað planið með það? Því ég held að sé ótrúlega mikilvægt, ég segi ekki endilega svona sviðsvagn en eitthvað svona unit sem að þau sem að að standa fyrir viðburðum geta nýtt. Þannig að ég spyr að þessu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforsetum að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur þetta máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla bara rétt aðeins að koma glimt aðeins, eða svona bara þessari vangaveltu að við erum að velta fyrir okkur af hverju okkur gengur svona illa að fá nógu mikið fjármagn og hluta af skýringunni auðvitað, þetta bara líkt og við lendum í eða þeir sem við erum að semja við þriðja aðila. Það að segja, við erum að taka einhverju samningi við ríkið og það borgaði bara einhver summa. Síðan bara koma launahækkanir og kostnaðurinn eykst og svo framvegis og við endum alltaf í einhverju mínus. Og það ekki bætt upp. Og félög mögulega sem við þurfum að hafa þetta í huga sjálf þegar við erum að semja við þriðja aðila eða annan aðila að sjá einhver dragstur fyrir okkur að það sé tekið inn í. Þannig erum við að lenda í því sama og félögum komið til okkar með að segja, heyrðu, þetta ekki nóg. Þannig að það hlut af skýringuna, við erum bara ekki á fjárlögum, það ekki bara borgað þess að útlæði kostnað sem að starfsfólkið ekki, bara, ef við segjum að við séum með tímans í vinnu og svo hækka launin og það hækka aðfengin og svo framvegis, þá það bara greitt ef þetta stofnun bæjarins. En ef við erum að semja við einhvern annan eða ríkið að semja við okkur, þá fáum við þetta til dæmis ekki greitt og ekki bætt sem miður. Mér langaði líka aðeins að koma inn á því það var verið að tala að nýta þetta hús betur og ég held að við viljum öll hafa hér líf og meðal annars þess vegna var náttúrulega á sínu tíma settu tónlistarskóli upp á Efstahæðina sem var mjög flott. Þetta fljót átt að tengja bæinn og við þurfum svolítið náttúrulega að klára og verði vonandi núna þegar við ætlum að spýta í miðbæjarskipulaginu koma þeirri leið svona meira í gagnið að það sé gengi hér í gegnum húsið og það verði þetta svona flæði upp í bæinn og tengingarnar yfir götuna gerða betri að þá eru við nokkur áhugamennum í jólabæinn Akureyri. Þú ert búin að vera að velta fyrir okkur alls konar möguleikum af því að ég held að þarna séu líka alveg ónýtt tækifæri og meðal annars einmitt í að nýta þetta fljót í einhvers konar bása, það sem við löpum í gegnum básana, þannig að ég horfi á
viðbragðsstjórinn hérna Hofs. En það mætti nýta þetta bara á opnunartíma hússins, þarf kannski ekki að kosta mikið, það kostar einhverja bás og leyfa fólki að vera með vörur og svo framvegis í einhverju aðventustemmingu, jólabænum, af því að það nú geta alltaf, þó að sé yfirleitt gott veður, þá getur það stundum hérna blæs og þá væri hægt að flytja hérna inn, annars að hafa það niður á torgi eða niður í göngugötu. Svo held ég að ég hérna, talandi markaðssetningun og þessi ferðaþjónustu vinkill okkar hérna stofnana bæjarins, þá mögulega tækifæri í kórónuveirunni. Það að segja að fólk ferðast með herjum á innanlandsmarkað, allir velkomnir hingað og hérna já, takk undir með hérna ánægju með Amtsbókasafnið og auðvitað menningarstarfsemi sem að við komum ekki beint að, eins og til dæmis Græni hatturinn og fleiri sem að við höfum ekki endilega verið að styrkja en algjörlega ómetanlegt. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sín og farið inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk Hilda Jana fyrir þessa yfirferð. Það voru margir fróðlegir og skemmtilegir punktar sem komu þarna fram. Ég hérna kem að vísu upp að ári og ætla að fara yfir það sem ég sagði fyrir ári síðan. Þá hérna taldi ég því vera ólíkunna Solskjær Akureyrarstofu. Ég hérna enn á því máli og ennþá staðfastari því að leggja niður Akureyrarstofu. Það sé nóg að ráðum og nefndum í bænum sem geta hýst þetta dæmi og tala ekki með tilkomu S-netdæmsins, þá hljótum við að geta fært þetta yfir annað og hagrætt hjá okkur og ég hérna svona vildi bara skjóta þessu inn hérna í lokin svo að fólk gæti kannski aðeins brugðist við þessu, en þess að mér finnst fólk voðalega eitthvað að væri gert með þetta, með ekki snert á neinu svona. Ég held bara að þarna sé tækifæri til þess að breyta til þess betra og við eigum að horfa til þess. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sín, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hafði mér vatn núna svo ég geti klárað þetta. Það sem að ég var kannski að fara inn á áðan með Norðurslóðasetrið það að þarna tækifæri fyrir okkur á meðan að þessi áhugi að gera þetta hérna á Akureyri að fá fjármagn akkurat í rekstur á svona fyrirbæri. Þannig að þarna sé ég bara tækifæri til þess að sækja peninga af því að ég sé ekki bæinn fyrir mér sem eitthvað Norðurslóðasetur og það eða Norðurslóða sem sagt, hvað er þetta, miðstöð. Öðru sem að sé eitthvað eins og Norðurslóðasetrið. Ég bara sé það ekki fyrir mér. Mér finnst þetta bara frábær tenging og hérna ég held að við ættum að alvarlega skoða þetta og vita hvort það sé ekki hægt að semja fjármagn til reksturs á slíku dæmi. Varðandi ágætu upplýsingamiðstöðin okkar. Sóley, bæjarfulltrúi Sóley. Sko, málið það að við erum að tala það hvenær ferðaþjónustan sjálfbær og hvenær eiga þeir að borga og hvenær eiga við að borga. Vissulega skapa ferðaþjónustan gríðarleg störf hér í bænum og öll þau atvinnustarfsemi sem að fylgir þessari ferðaþjónustu. En einn stærsti aðilinn eru við sjálf sem Akureyrarhöfn. Það eru flestir kúnnar sem koma úr skemmtiferðaskipunum inn á upplýsingamiðstöðina og því lagði Akureyrarhöfn til pening í reksturinn á síðasta ári. Man ekki hvort það voru 6 milljónir eða 3 milljónir eða hvað það var, skilur við, Hilda Jana kannski með þær tölur á hreinu. En þar finnst mér, þar ferðaþjónustan að borga hluta af þessum rekstri og þó að við séum eigendur eða hlutaði eigendur í hafnasamleginu að þá sem sagt lítið þannig á að þetta séu við. Varðandi háskólan og lista háskólanám listnám á háskólastigi að þá vil ég enn og aftur og ég hef sagt það hér áður í pontu
leggja áherslu á það að grafísk hönnun fylgi þarna með. Mér finnst það rosalega mikið atriði. Við höfum alið af okkur Akureyringar í gegnum Myndlistarskólann á Akureyri, fjöldan allan af gríðarlega öflugum grafískum hönnuðum sem að vinna út allan heim og í Reykjavík út allt land og að gera flotta hluti og eftirspurnin eftir grafískum hönnuðum gríðarleg. Þannig að ég legg mikla áherslu á það að inn í þessu verði grafísk hönnun. Bara hafið það í huga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næstektu máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að reyna að fara yfir það sem ég náði að minnsta kosti og þið bara þá hnippið í mig ef það er fleira. Sko til að byrja með þá vil ég ræða bara hvernig samfélagi við viljum búa í. 70% af því fjármagni sem að skattgreiðendur greiða til hins opinbera í formi okkar fer í velferðar- og fræðslumál. Og það mætti alveg rökstyðja að það ætti að vera 100%. Bara allir þessi fjármunir ættu bara að fara í velferðar- og fræðslumál og punktur. Hins vegar eru kröfur og væntingar íbúa meira en þær. Og þessar kröfur og væntingar eru ákaflega ólíkar. Á meðan sumir leggja áherslu á að hafa aðgengi að bílasvæði, aðrir á að hafa skotsvæði, aðrir á handboltahöll og þá eru líka kröfur aðgengi að menningu og listum. Og það er auðvitað mjög áhugaverður línudans og siðferðislegu línudans að sjá hvað á að vera hvað og fyrir hverja. En til þess að skapa í mínum huga samfélag þar sem að því við viljum fjölga íbúum, þá verður að vera bæði gott og skemmtilegt og líflegt að búa hérna. Og þannig að hver á að borga, auðvitað er það við sjálf sem að borgum, ekki allt og ekki alltaf, en ákveðin grunn sem við byggjum á. Og ég held að menning og listi verðir órjúfanlegur hluti þeirrar heildar sem ég vil að minnsta kosti sjá í samfélagi, hvort sem það tengist sókn á íbúðamarkaði, fyrirtækjamarkaði eða í ferðaþjónustu. Ég held að ferðaþjónustaðilar, það tengist menning og listum. Gildi og gæði þess að búa hérna tengist menning og listum. Og svo í þessu samhengi þá eru 5% sem fara til þessa málaflokks og svo reyndar eitt sem að þreytir mig pínulítið, það eru 2 fylkingar sem annarkvort eru með íþróttum og á móti menning og listum og segja af hverju við eyða öllum þessu peningum í listir og svo vice versa, allir í listageiranum og segja af hverju við eyða öllum þessu peningum í íþróttir og þetta bara, við þurfum að hafa skilning og virðingu fyrir ólíkum þörfum ólíkra hópa. Annar er ekki réttari eða mikilvægar en hinn. Og svo má auðvitað setja kynjagleraugun á þetta samhengi. Þar að segja karllægu og kvenlægu gildin og áherslurnar. En upplýsingamiðstöðin, þetta er bara mjög áhugaverð staða sem við erum í. Það er stjórnstöð ferðamála og ferðamálastofa hafa rætt það að það er rafvæða upplýsingagjöf á Íslandi. Ákváðu á árinu 2020 kæmi bara ekkert fjármagn í rekstur upplýsingamiðstöða landið frá ríkinu. Síðan skiptuðu skoðun og settu þá peninga til markaðsstofu landshlutana og þeim var í sjálfsvaldi sett hvort að þessi peningar færu til rekstur upplýsingamiðstöða eða þróunar á rafrænni þjónustu. Og þetta þótti okkur á minnstakosti í stjórn Akureyrarstofu alveg sérlega undarlegt af því að þetta þarf einhvern veginn að krossfeita. Þar að segja ef að rafræna þjónustan á að taka við þess og ríkið er að gefa mjög skýr skilaboð til okkar að sé, að þá þarf náttúrulega fyrst að búa til rafrænu lausnirnar. Þú leggur ekki bara eitt niður og býður í nokkur ára meðan að hitt er búið til. Þannig að og síðan þetta með tenginga eins og bæjarfulltrúi Þórhallur nefnir réttilega sem er eins og skemmtiferðaskipin. Og okkar markhópur er dálítið eldri hópur og þá má aðeins spyrja sig hvernig tenging við rafræna upplýsingagjöf er þetta tímabært? En svo náttúrulega spurningi sem er líka valid á sveitafélagið, Akureyrarbær, að standa eitt straum að þessu kostnaði. Ætti þetta ekki að vera samstarfsverkefni ríkis, sveitafélaga og fleiri sveitafélaga þá í nágrunnu og þetta fyrirtækjana sjálfra.
Þannig að mér finnst að við þurfum að endurskoða afstöðuna, að sjálfsögðu ég sammála því og ég meina það voru líka skilaboðin frá stjórn Hafnarinnar að þau væru reiðubúin að setja einhverja fjármuni í þetta en lögðu alla áherslu á að upplýsingagjöf væri rafvætt. Þannig að skilaboðin allstaðar frá eru þau að það verður að fara yfir í rafvæðingu. Við höfum verið að reyna að setja eitthvað hælan aðeins niður en rekstrarkostnaðurinn á upplýsingamiðstöðinni eykst ár frá ári vegna þess að það hafa komið sölutekjur á móti. En salan fer niður af því að fleiri og fleiri eru að tala við fólk og fara svo sjálfir og versla í staðinn fyrir að versla í rauninni í gegnum upplýsingamiðstöðina. Þannig að þetta það þarf að finna einhverja sanngjarna lausn á því að, og tel ég á milli landshlutana, þess vegna á landshlutasamtaka Basics eða markastofu landshlutana, í þá að framleiða þessa rafrænu lausn og hætta ekki hinu fyrir að það þá klárt til þess að skapist ekki einhver gjá því að þetta mikilvæg þjónusta sem við veitum sem hluta af þessu. En þetta auðvitað framtíðarsýnin. En ég tel að við ættum að skoða það hreinlega að ræða mjög alvarlega við hvort sem það í gegnum markastofu Norðurlands eða aðra aðila að þetta sé samstarfsverkefni atvinnulífsins, sveitarfélaga og ríkisins. Varðandi listaverkakaupin þá þetta að kaupa listaverk sem hlutfall af kostnaði við nýbyggingu og endurbyggingar í menningarstefnunni sem að renna út og ég tel að við ættum bara að klára. Það hluti af því að búa í umhverfi sem að gefandi og nærandi að vera í kringu list í almannarými. Varðandi viðræður menningarsamningin þá hefur þetta sem sagt verið þannig, samningurinn rennur út næstu áramót. Það svolítið síðan að það var skipaður hópur þar sem að deildarstjóri Akureyrarstofu, bæjarstjóri, framkvæmdastjóri Hofs, framkvæmdastjóri Menningarfélagsins, framkvæmdastjóri Sinfo, framkvæmdastjóri Leikfélagsins og safnstjóri Listasafnsins mynda þennan hóp sem fara fyrir okkur. Og við höfum verið og deildarstjóri Akureyrarstofu verið að taka saman þessi gögn og súlurit sem þið sjáið meðfylgjandi til þess að undirbyggja þessa stefnu sem að bæjarfulltrúi Berglind var að tala Og þar erum við með að sjá þetta að íbúar Akureyrar 5% landsmanna og það akkurat fjármagnið sem að fer í dag til okkur sem hluta af því sem í samningnum á höfuðborgarsvæðinu. En nú erum við að undirbyggja að það sé of lágt, enda sé þetta ekki bara íbúar í 600 og 603 sem að njóti þess að hafa atvinnustarfsemi í listum hér. Norðurland eystra 8,5% landsmanna, við erum að setja okkur og síðan kemur Norðurland vestra, Austurland og svo framvegis því að það verður ekki tækifæri til að vera með atvinnu symfóníuhljómsveit, atvinnu leikhús og síðan listasafn á þessu kaliberi á öllum stöðum og þá þurfum við, og þess vegna þetta svo áhugaverð pæling með borgarsamfélagi, hvaða ábyrgð og skyldur hefur Akureyrarbær umfram í rauninni þjónustu innan eigin sveitarfélaga marka og þetta þarf stefnu og það sem ég svo ánægð með að við höfum virkilega undirbúið það sem við erum að gera. Við ræddum þetta mikið á vettvangi Eyþings og Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar og síðan inn í nýjum samtökum. Inn í nýrri sóknaráætlun Norðurlands eystra, eins og ég nefndi í ræðunni, nokkrir hlutir sem öll þessi sveitarfélög og íbúar sammála að sé ákveð borgarhlutverk og stoðir hjá okkur. Það að segja, efling Háskólans á Akureyri, sjúkrahús á Akureyri sem háskólasjúkrahús, efling framhalds- og fjölbreyttara nám á framhalds- og háskólastigi, miðstöð norðurslóðamála sé á Akureyri og síðan þessi atvinnuflutur og menning og listum. Fyrsta lagi það brjálæðislega mikið fagnaðarefni að við á Norðurlandi eystra getum verið sammála þetta. Það einfaldar alla vegferð okkar í að tala við ríkið. Því að hrepparígurinn sem að ég veit að þið ykkar þekkið rosalegur. En þarna komum við svolítið samstillt að borðinu sem ég held að sé og finn strax að mikilvægt í. Í kjölfarið ræddi ég meðal annars við átti fund bæði með rektor Háskólans á Akureyri og rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri til þess að undirbyggja síðan ofan á þessa stefnu hvað gerist næst. Og rektor talaði meðal annars mikið þetta Tromsø-módel sem ég hef áhuga á vegna þess að þá í staðinn fyrir að afhenda væl að afhenda lausnir, hvað var gert til að mynda þar eða í Ólu, staðfærum það bara yfir á Akureyri,
hvað myndi það þýða að taka þessar ákvarðanir eins og gert var þar í staðinn fyrir að vera að finna upp eitthvað sér íslenskt hjól í formi byggða áætlana og vaxtarsvæða og hvað þetta heitir nú allt saman og horfa bara á þessa stóru pósta. Þetta tel ég að vera gríðarlega mikilvægt og ég og bæjarstjóri fóru til fundar í sveitarstjórnarráðuneytinu og dögunum þar sem vorum að ræða nákvæmlega þetta, þar sem Akureyrarbær hefur náttúrulega sótt að fara í samstarf við ríkið vaxtarsvæði, sem vaxtarsvæði og þar var bara vel tekið á móti okkur og við erum bara að undirbúa að formgera þetta verkefni með aðkomu þá Akureyrarbæjar, sveitarstjórnarráðuneytisins, Rannsóknarmiðstöð Háskólans og Akureyrar og síðan Háskólans og síðan fleiri þá aðila þegar fram í sækir en ekki síður sem svo frábært með tengsl okkar bæjarstjóra og bæjarstjóra í Tromsö og rektors Háskólans og Akureyrar og rektors í Tromsö. Lærum bara hvað hefur verið af þeim sem hafa gert vel og copy-pastum það. Það svona, mér finnst það svolítið svona stór mynd í þessu þjónustu kjarna hlutverki okkar. Þetta tengist í þessu menningarsamningi því þá erum við að skilgreina hversu víðtæk þessi ábyrgð og hjá Byggðastofnun einmitt verið að gera rannsókn á því vegna verkefni sem aðgengja grunnþjónustu allt land, hvaða þjónusta á að vera hvar, þar að segja það getur ekki allt verið allstaðar. Við vitum að það verður ekki allt á Akureyri sem í Reykjavík og við vitum ekki að verður ekki allt á Dalvík sem á Akureyri og svo framvegis. En við þurfum að skilgreina þá hvað á að vera hvar og fyrst og fremst að vegna landfræðilegrar legu Akureyrarbæjar og vegna íbúafjölda sem staðsta íbúakjarna utan þessa áhrifasvæðis höfuðborgarinnar þá á að mínum mati ríkið að ákveða bara núna þetta verður næsta borg Íslands. Það ákvörðun alveg eins og þurfum að ákveða að Reykjavík gerði það. Þá voru þeir færri heldur en að við erum í dag og þrátt fyrir að við horfum alltaf á þessa hallatölur í stóra samhenginu í prósentulega séð okkur sé að fækka, það búa samt fleira á landsbyggðinni núna heldur en nokkuð tíman hafa búið á landsbyggðinni. Ísland komið á þann stað að það þarf að ákveða að við ætlum að hafa aðra borg. Þetta stóra stefnumótun og sýnin sem við þurfum einhvern veginn að ná einhvers konar þjóðfélagslegri sátt til þess að aðrir hlutir fylgir. Ég veit þetta svolítið svona langtímahlaup og þetta búið að það ekki eins og einhver ykkur að sérstaka hugmynd að þessu vegna þess að þetta byrjar þessu umræða 1954. Aldamótin satt ég í einhverjum vaxtarsamningi en þetta hefur aldrei raungerst. Ákvörðunin hefur aldrei verið tekin og hvað þá fjármögnuð. En þannig að já, mér finnst þetta tengjast öllu þessu svona stóru myndinni hjá einu opinbera minnsta kosti. Varðandi skylduskilin, ég get alveg skilið viðhorfið að bara segja verskú, takið þetta tilbaka. Ég hins vegar vildi það ekki. Mér fannst þetta vera fyrsta skrefið, þetta í fyrsta sinn sem að kemur eitthvað fjármagn vegna þessa verkefnis. Ég lagði þetta aðeins fyrir mig að ef að við höfum bara sagt, að því ég var alveg búin að sjá fyrir mig gjörning að við myndum pakka þessu öll í gám, eitthvað bara BT, menntamálaráðherra og eitthvað svona. En þetta var samt mikilvægt skref sem að ráðherra steig þarna og viðurkenning á því að þessi lög, það sé ósanngjarnt að við berum kostnað vegna þessara laga. Ef að við höfum skilað þessum tímapunkt, mér finnst ekkert ennþá útilokað að skila. En það komið allavega þetta fyrsta skref og þess vegna vildi ég ekki skila áramót í þeirri von að eins og áður kom fram bæjarstjóri og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin eru til dæmis að fara á fund með henni af því að kostnaðurinn metinn á 43 milljónur á ári. Auðvitað ekki allur sá kostnaður útlagður kostnaður. Það að segja ef við myndum hætta þá sparast líklega 18 milljónir. Og húsið situr eftir og rafmagn og hitinn og allt þetta. En þetta sannarlega verðið og þetta verður hægt að nýta þetta í eitthvað annað. En mér fannst þetta vera þannig skref hjá ráðherra að mér fannst hún vera að sýna vilja til þess að halda áfram í þessa átt og þess vegna segja ok, við erum ánægð með að þetta skref komið og höldum áfram. Ef að hins vegar ekkert verður úr neinu og þá bara býði ég ykkur með mér í gjörning að pakka hann í gám. Bara takk fyrir að hvetja til dáða í skáldahúsunum, ég er sammála því og enn og aftur ósanngjarnt og ég stundum hugsa yfir því hvort að einhverju líta á Akureyrarbæ sem nægilega öflugan aðila til að sjá alls konar svona ríkismál eða hvort þetta sé hjá öllum sveitarfélögum, ég veit það ekki. En ég skil ekki hvers vegna skáldahúsin gegn einhverju öðru lögmálu hér á Akureyri en annars staðar. Ég bara skil það ekki.
Varðandi appið þá vil ég segja að ég var náttúrulega ánægð með þá forgöngu sem að bæjarstjóri sýndi þegar hún vann að því að fá önnur sveitarfélög til liðs við okkur hjá Akureyrarbæ að vinna áfram framgöngu þessa apps og ekki nóg með það heldur fá stefnu fyrirtæki í þessu sveitarfélagi til þess að vinna það áfram með okkur. Þannig að þar eru, ef ég man rétt, ykkur 4-5 sveitarfélög komin að borðinu sem að eins og bæjarfulltrúi Þórhallur nefnir réttilega að á að vera til þess að draga meðal annars úr kostnaði. Þetta líka unnið í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga. Þannig að ég bind auðvitað vonu við að þetta klárist allt saman. Þetta voru örugglega ef ég man rétt, má sjá. Ásthildur sendi mér á Messenger áðan, sko, en ég man það ekki alveg. Hafnarfjörður og ég finn Akranes og Reykjanesbær og Kópavogur. Það er gott að hafa svona kvíslar. Þannig að þetta bara virkilega finnst mér ánægjulegt. Dregur kostnaði, eykur samstarf, atvinnuskapandi hér í okkur sveitarfélagi sem mér finnst gleðilegt. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Sóleyju, amtsbókasafnið alveg frábært. Maður les einhvern veginn Facebook-status frá það, maður fer bara í gott skap. Maður þarf allir einu svona að mæta þangað, bara til þess að, ekki það fylgi. En það sem mér finnst svo áhugavert eftir að ég kom inn í þetta umhverfi og þess vegna held ég að hafi nefnt þetta sérstaklega hvað ég þakklátt starfsfólki á þessu sviði. Og sem ég upplifi allstaðar, hvað sem ég kem inn í Hof, inn í Sinfó, inn í leikfélagið, inn á listasafnið, inn á minjasafnið, hvert sem ég fer í þessum geira, að það allstaðar svo mikið sál og hjarta og það verður aldrei keypt og það magnað. Varðandi listnámi á háskólastigi, já, þetta gríðarlega mikilvægt og tengist einmitt svæðisbundnu hlutverki okkar og tengist líka háskólanum á Akureyri sem ég hef svo mikinn áhuga á hvaða byggða hlutverki á hann að sinna vegna þess að tilkoma hans og vera byggðapólitík. Annars þarf ekkit háskólan á Akureyri ef þetta á að vera ef að það ekkert byggðasjónarmið. Einhver spurði hvort við getum tekið betur á móti nýjum Akureyringu, já, Sóley, bæjarfulltrúi, með persónulegum hætti, jafnvel velkomin, bréfið að pakka, þetta eitthvað sem hefur verið rætt og þarf eiginlega bara að fara að koma í áætlun og ætla bara að setja það á blað. Og með hlaðvarpsveitum, ég treysti því að starfsmenn Akureyrarstofu sem eru hérna í salnum komu þessu áleiðis. Varðandi fyrirspurn bæjarfulltrúa Berglindar markaðsgreiningu á fyrirtækjamarkaði þá þetta bara hárrétt ábending. Auðvitað eiga þessi gögn að liggja fyrir áður en að stefnan og við bara tökum það með okkur. Takk fyrir það. Varðandi íþróttafélögin og Akureyrarstofu, það að segja hver eru verkefnin nákvæmlega og þá bara standa þau skýrt í ferðamálastefnunni sem þarf bara að klára núna, það eru fyrstu verkefnin. Það að segja að Akureyrarstofa og forstöðumaður íþróttamála standi fyrir árlegum samráðsfundi íþróttafélaga á Akureyri, að á Akureyrarstofu verði ávallt til uppfærður kynningapakki bæinn sem fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök og íþróttafélög fái til afnota. Akureyrarbær setji sér á hverjum tíma stefnu hvaða viðburði mest áhersla lögð á með tilliti til þátttöku í framkvæmd og markaðssetningu. Og síðan í þriðja lagi að frístundaráð í samráði við Akureyrarstofu móti stefnu varðandi aðkomu sveitarfélagsins að íþróttatengdum viðburðum. Og þarna skiptir sköpum að það sé svolítið skýrt. Þetta eru svona fyrstu verkefnin, þó að ég myndi alveg vilja vinna aðeins hraðar. Ég held við eigum alveg fullt inni þarna að nýta, en það sem ég hef hort svolítið mikið á, að það að reyna að skapa þessa heilugu þrenningu sem ég finnst skipta máli til þess að svona viðburðir ná að vaxa dafna. Það að það sé fólk með ástríðu sem að koma með málum, að sveitarfélagið sé stuðningur og það sé fyrirtæki sem að taki þátt í starfinu og þessar 3 kræteríur finnst mér að ætti að vera í öllu viðburðarhaldi. Vegna þess að eitt finnst mér ekki ganga án annars. Mér finnst ekki endilega sveitarfélagið að vera leiðandi í nýju aðdráttarafli í ferðaþjónustunni, en sannarlega veita styrkar stoðir og skýr skilaboð hvað sé þá í boði í þessu umhverfi. En það einhvern veginn ekki nóg að hafa bara ástríðuna, hún fjarar út ef öll vinnan lendir bara þar. Það ekki bara nóg að hafa stuðninginn, það þarf líka einhvern veginn tengslin við atvinnulífið sem að ég tel mjög mikilvægt. En heldur ekki bara atvinnulífið, heldur líka hjartað, einhvern veginn, ef þetta meikar sens.
skulum nú sjá. Að hverju stefnt í atvinnumálum, það þetta sem við vorum að tala það að segja hefja greiningavinnuna. Greiningavinnan hvað varðar svæðisbundið hlutverk, það eitthvað sem við þurfum að vinna bara beint áfram sem borgarsamfélagið. Það að segja háskólinn, sjúkrahúsið, framhaldsskólastigið, miðstöð norðurslóðamála, millilandaflug og miðstöð menningu og lista sem bara þessar grunnstoðir þar. Og síðan að fara í þessa greiningavinnu varðandi fyrirtækin. Og við þurfum að skoða hvaða ákall þar. Og þegar ég talaði atvinnustefnuna, ef þið lesið atvinnustefnuna í dag, þá hún svolítið svona, við svo mikilvægt að við áttum okkur á hvar vald Akureyrarbæjar byrjar og endar. Við segjum ekkert fyrirtækjunum hvert þau eiga að fara. En við eigum að skilgreina okkar aðkomu í stuðningsneti miklu betur. Vera styðjandi, vera hvetjandi, en ekki endilega leiðandi. Það gerist út á markanum, finnst mér. Þaðan kemur ástríðan og fyrirtækin, alveg eins og í þessum þríhyrningi varðandi ferðaþjónustuna. Og þess vegna finnst mér að við eigum ekkert að vera inn í atvinnustefnu núna að vera að tala næstu hvert fyrirtæki eiga að stefna í atvinnulífinu. Mér finnst það bara pínu galið. Bara, hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum sveitarfélagið að gera í skipulagsmálum eða í gjöldum eða í umhverfi eða umbunni eða stuðningi og svo framvegis. Það ráðum við. Þess vegna finnst mér skipta máli að atvinnustefnan sé þess eðlis. Ég að lesa hérna hvað var næst. Já, hvaða áætlanir að hefja samtal Akureyrarstofu, Menntastofnunar og sveitarfélagsins. Það eiginlega bara formgert í þessu borgarhlutverks samstarfi sem að núna í rauninni bara að fara af stað. Og þarna hefur stjórn SSN sett inn einhverja 8,3 milljónir, sveitarstjórnarráðuneytið klárt og þannig að það fer bara af stað og það formlegi ferillinn þar. Varðandi samráð á framhaldsskólastiginu þá hefur við verið að funda með skólameisturum framhaldsskólana í Eyjafirði og út úr þeirri vinnu var svolítið að koma þetta með starfshópum listnám á háskólastigi og áherslur þar og þess vegna það í undirbúningi og farvegi. Þannig að það allavega á kortinu. Varðandi nýsköpunarmál, hvaða þjónustu krefjumst við í landshlutanum. Hér þarf að marka stefnu og lýsa skýrt hvað kröfu gera til þeirra þekkingu sem við þurfum að hafa aðgang á hvað þjónustu þurfum til að efla nýsköpun og þau fjölmörgu sóknarfæri sem í landslutanum eru. Ég held að þetta sé bara alveg hárrétt. Við bara strax og þessi breytingar voru bæði í nýsköpunarstefna og síðan breytingar á útlistuninni. Þá við heyrt bæði í forstöðumanni nýsköpunarmiðstöðvar hér á Akureyri og boðað til fundar með framkvæmdastjóra SSN til þess að einmitt að kortleggja þetta. Og við höfum rætt þetta líka starfsmenn Akureyrarstofu og þarna þurfum við einmitt og eins og ég sagði í ræðinu, við þurfum ekki að hrökkva í baklás þó að breytingar séu, en við þurfum að passa að tryggja í hverju hefur þetta verkefni falist, hvað þurfum við að hafa og svo framvegis. Þannig að það allavega, við erum strax komið með það í ferli að gera það. Já, varðandi sviðsvagnin, þá var þetta þannig að umsa áinnan vagn sem við höfum leigt og náttúrulega þarf að borga fyrir hvert skipti, hvort sem það hjá umsa eða einhvers staðar annars þar. En það var, kom erindi frá einkaaðilum að eignast vagnin og umsa samþykkti að setja auglýsa það til sölu. Ef það gengur eftir þá þurfum við bara að skoða hvort það þarf að eignast annan vagn, enda þessir sem var líka komið til ára sinna, en umsa á og rekur vagn þá í framhaldinu Akureyrarstofa leigir fyrir viðbrögði. Þannig að kemur í ljós. Þetta ekki að svara spurningunni. Nei. Þá að selja vagnin og skoða hvort og hvernig annaðhvort umsa eða aðrir ætla að hafa annan vagn, hvort það sé leigusamningur eða hvort það er nýs vagn. Hlynur leggur til að leggja niður Akureyrarstofu. Það er að lokum leggja til að leggja niður Akureyrarstofu. Það getur vel verið að það sé hægt að breyta og hagræða með ýmsum hætti. Aðalatriðið auðvitað bara að við gerum vel það sem við ætlum að gera, sama í hvaða formi það er. Það er engin sérstök
áhersla að leggja niður Akureyarstofu. Það er sérstök áhersla að vera alltaf að bæta og þróa þá þjónustu og umgjörð sem við höfum og hvar best sé að hýsa verkefnin. Og ég held að sé, eins og sjáum á þessari umræðu, það eru næg verkefni, en auðvitað eins og ég talaði um í ræðunni, tækifæri til að endurskoða með hvað hætt og hvar og allt það. En varðandi grafíska hönnun og listnámi á háskólastigi, ég bara tek undir með þér, Þórhallur. Við höfum nú bæði starfa hjá fyrirtækjum sem hefur þurft að hafa aðgang að grafískum hönnuðum og fundi fyrir hvað það er mikilvægt. Þannig að en það er alveg umræða sko, hvað er listnám á háskólastigi? Erum við að tala um myndlist, erum við að tala um myndbandagerð, erum við að tala um kvikmyndagerð, erum við að tala um, þetta er svolítið svona hvaða listnám á háskólastigi er einmitt eitt af því sem að þarf að fara í svolítið ferli inn í þessum starfshópi. Ég held að ég sé komin í gegnum það sem að ég ætlaði mér. Já, eitt reyndar varðandi auglýsingaherferðir. Sko, ég kannski hef ekki alveg verið nægilega skýr í máli mínu með minna afstöðu. Mín afstöðu er alveg að stórar herferðir geti alveg skipt máli öðru hvoru. Mér finnst það hins vegar viðbót á mikilvægan grunn í markaðsmálum. Og þannig að eftir greiningu til dæmis á íbúa- og fyrirtækjamarkaði finnst mér algjörlega að við getum skoðað auglýsingaherferðir. Ég er alveg þar. Mér finnst hins vegar auglýsingaherferðir ekki koma í staðinn fyrir það stanslausa grunn markaðsátak og upplýsingagjöf sem að starf meðal annars Akureyarstofu felur í sér. Þá held ég sé komin í gegnum þetta. Þið megið senda mér skilaboðið eða illt augnaráð ef það er eitthvað sem að ég nefndi ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Anna Gísladóttir loki máli sínu. Næst tekið máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og verðandi borgarstjóri. Ég hjó eftir því í máli Hildu Önnu að hún var að tala um það í sambandi við atvinnulífið að við ættum ekki að koma að því. Við erum ekki að tala fyrir því, heldur erum við bara að tala um það að lóðir og grunnstofur séu í góðu lagi, nægilegt framboð og annað og að innviður séu í lagi fyrir starfsfólk. Það er eina sem við höfum talað fyrir. Við höfum ekki talað fyrir beinum afskiptum af fyrirtækjum sem slíkum. Það er eitt sem ég gleymdi áðan sem ég langar að nefna. Það eru merkingar, varðandi merkingar í bæjarlandinu og Hilda sagði hérna orðrétt áðan, með leyfi forseta, lærum af þeim sem hafa gert vel og copy-pastum það. Er það ekki? Formaðurinn sagði þetta áðan. Þá ætla ég að benda inn á Austurland sem er gríðarlega velmerkt leiðakerfi, gönguleiðir. Við þurfum ekki að láta allt þetta fólk sitja á mörgum fundum til þess að finna upp hjólið. Talið við markaðsstofuna á Austurlandi og bara copy-pastið þetta. Þetta er ekki svona flókið. Guðmundur Baldvin var að bauna mig áðan fyrir að eigna mér allan anskotan, fyrir gefið orðbragði. En mér finnst allt í lagi við höldum til haga því sem við eigum og eitt af því er þessi blessuð skil á þessari skilum. Þetta er mín hugmynd, algjörlega frá upphafi til enda, þegar við heimsóttum Landsbókasafnið fyrir 3 árum síðan og þá varð mér ljóst þessi kostnaður sem við varum að borga og laði strax til að við myndum skila þessu. Ég held að við þurfum ekki að ræða það frekar og svo er annað sem er í þessari stefnuskrá sem ég ætla að eigna mér líka, Guðmundur Baldvin. Það er þetta með að útbúa flokkunarmerkingar fyrir ferðamennina. Þetta ræddum við á fundi í Akureyarstofu fyrir 3 árum síðan og formaðurinn tók að sér að gangi þetta mál og græja þetta. Ef að þetta er ekki komið ennþá á heimasíðuna þá er ég illa hissa, það eru 3 ár síðan, þetta er ekki flókið mál, en ég bendi jafnframt á það og bendi enn og aftur á það að það er ekki nóg að setja þetta inn á einhverja heimasíðu. Nú þarf bókstaflega að taka póstlistan hjá öllum sem er að leigja út og eru með svona þjónustu hér í bænum, senda á þá, vera búin að prenta út leiðbeiningarnar og plasta þær og afhenda þeim eintök.
Því öðruvísi gerist þetta ekki. Og ef við ætlum að vera til fyrirmyndar í þessari flokkun og kenna gestum okkar þetta, þá þurfum við að gera þetta svona. Ég segi það enn og aftur og ég sagði það líka fyrir 3 ára síðan. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að koma inn í þessa umræðu sem var skotið hérna fram hvort að hugsanlega væri tilefni til að skoða það að koma verkefnum Akureyrarstofu fyrir á öðrum sviðum. Og ég ætla bara að segja að mér finnst að það sé eitthvað sem við ættum að skoða mjög vel. Af því að það er alveg augljóst að gríðarlega mörg verkefni, ég ætla ekki að segja öll, vegna þess að sum verkefni sem að vistuð á Akureyrarstofu eru mjög svona sértæk og það kannski aðalega svona þessi menningatengdu verkefni. En flest önnur verkefni sem rætt var hérna er augljóst að er einhvern veginn svona tengjast bara hinum ýmsu sviðum og annar starfsemi bæjarins og gaman hvernig tilviljanir geta raðast upp. Þá akkurat þessi fyrirspurn sem ég á með hérna sviðsvagn sem að ég fekk nú ekki fullnægjandi svar við, kristallar það pínu. Þar er það umhverfis- og mannvirkjasvið sem sagt sér og það eru þetta fleiri, við höfum margoft staðið og rætt húseignamál og ég var nú að dásama upplýsingagjöfina og það eru þetta bara verkefni sem er miðlægt og getur alveg átt heima á stjórnsýslusviði. Þannig ég vildi bara svona ljá þessari hugmynd stuðning minn. Ég er ekki búin að mynda mér þá pólitísku skoðun að það sé rétt að leggja niður Akureyrarstofu sem batteri og færi verkefni annað. En ég held að sé eitthvað sem við ættum að skoða. Bara af því að það er gott að skoða hlutina og velta upp hugmyndum hvernig við getum þróast og breyst sem við þurfum alltaf að gera. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við verðum nú bara að bregðast við bæjarfulltrúa Þórhalli sem að ég kom nú inn á í máli mín áðan og vakti athygli hans á því að hann hefði verið að tala um það að bæjarfulltrúa Eva hefði átt. Þetta er mikið keppikjöflega henni að leiðréttingar á þessum ágæta menningarsamningi sem hann náttúrulega hefur verið í umræðunni í allmörg ár og ég bent honum á það að við meirihlutinn eða bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili og undir í þessum meirihluta sem er núverandi að við fengum leiðréttingu á samningum á síðasta kjörtímabili og höfum líka fengið viðbætur á þessu kjörtímabili en við ætlum að sækja áfram. Það var kannski það sem ég var að minnast á. Ég þakka líka bæjarfulltrúa Þórhalli fyrir að hafa tekið upp málefni skylduskil fyrir 3 árum síðan. Þetta hefur nefnilega akkurat verið í öllum pappírum sem við höfum átt með, bæjarfulltrúar höfum átt með alþingismönnum frá árinu 2010 að ég man rétt frá því ég kom í bæjarstjórn, þannig að það var enginn að finna upp hjólið bæjarfulltrúa Þórhalli í þeim efnum varðandi að fá peninga fyrir skylduskilum. Það er hins vegar akkurat núna sem við erum loksins að ná árangur. Við erum búin að berjast við alla menntamálaráðuneyta, Katrínu, Illuga og nú Lilju. Við erum að ná árangur þó núna og erum komnir með 12 milljónir upp í þetta. Hilda Jana bæjarfulltrúi fór ágætlega yfir það að það er kannski ekki rétt að hætta núna. Það er skilningur fyrir þessu, við erum að sækja áfram og ætlum að gera það. Þannig ég var nú aðeins að koma inn á þetta. Varðandi það sem bæjarfulltrúi Sóley sagði, þá er það nú bara þannig að ég er bara á hennar skoðun líka. Við þurfum alltaf að vera að skoða hlutina. Ég held að við getum í þessu tilfelli bara sagt það að við fórum í stjórnsýslubreytingarnar á síðasta kjörtímabili. Það var unnin upp greinargerð í upphafi þessa kjörtímabils varðandi áframhald á þessu og þetta er alltaf til sífelldrar skoðunar og það er kannski eitthvað sem við munum
við erum sjálfsögðu, eigum alltaf að hugsa það hvernig við getum náð hlutunum betur fram, hvar eru best að gera þetta og það getur vel verið að þessi starfsemi sem er rekin undir stjórn Akureyrar eigi heima undir stjórnsýslusviði eða einhvers annar stað. Það eitthvað sem við sjálfsögðu getum skoðað og ég á þeirri skoðun. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi nú bara koma hérna upp og þakka fyrir líflegar og skemmtilegar umræður. Ég er ótrúlega gaman að því bæjarfulltrúi Þórhallur varðandi Austurlandið, af því að það var nákvæmlega þetta sem gerðist. Ég fór að ganga á fjöll fyrir austan og bara kom innspyriruð inn í stjórn Akureyrar og við þurfum að gera þess að það er að gera Austurlandið, þetta er geggjað. Þannig að já, það er akkurat það sem við þurfum að gera. Þannig að það er á alveg í þessu ferli og mér finnst við að gera það vel vegna þess að þetta er einmitt hlut af því sem ég held að tengist líka íþróttaferðamennskunni sem ég held að við höfum svo mörg tækifæri til með því að hafa þessa innviði og hvort það tengist fjallgöngu, fjallahjólamennsku, gönguskíðum og svo framvegis. Við erum svolítið svona paradís fyrir okkur sem erum komin orðið dálítið miðaldra og til í spandexið. Atvinnulífið, þá erum við bara sammála, Þórhallur minn, varðandi að grunnstóðurnar séu í lagi. Það er akkurat það sem ég á við með atvinnustefnunni, að fara svolítið út úr þessu sem við höfum verið með og segja bara en hvað ætlum við að gera. Einbeita okkur bara því og vera svo til staðar. Varðandi skylduskilin, ég ætla bara ennþá að vera bjartsýn og gefa þessu örlítinn tíma í viðbót vegna þess að á endanum er þetta ríkistörf hér á Akureyri, 2, sem eiga bara að vera hér. Það er þjóðarheilla að hafa þau hérna, það eru hagsmunir sem hafa ekkert með hagsmuni Akureyrarbæjar að gera. Þetta á bara að vera greitt. En ég ætla ekki að þegar fyrsta skrefið er komið með þessar 12 milljónir að sparka þessu suður, ég vil hafa þessi ríkistörf hér. Punktur. Annars bara þakka ég ykkur innilega fyrir líflegar og málefnilegar umræður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, það segir þessi umræðum þennan lið lokið og næst er komið að skýrslu bæjarstjóra til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka fyrir skemmtilegar og líflegar umræður Akureyrarstofu. Alltaf gaman að ræða okkur flottu stofnanir bæjarins og hlusta framtíðarsýnina. En mér langaði til þess að fara yfir þau verkefni sem bæjarstjóri hefur verið að taka þátt í eða sinna svona hluti af þeim allavega frá síðasta fundi sem var haldinn 19. febrúar síðastliðinn. Nú 19. febrúar þá sótti ég fund í Reykjavík ásamt bæjarfulltrúa Hildu Jönu í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. Það sem við hittum Hermann Sæmundsson skrifstofustjóra og Sigtrygg Magnússon aðstoðarmann samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Það sem við ræddum Akureyrarbæ sem vaxtarsvæði og mögulega höfuðstaðastefnu sem við höfum rætt hér áður. Og það er mikill áhugi inn í ráðuneytinu fyrir þessu verkefni og ráðherra hefur mikinn áhuga á þessu verkefni og nú þegar hefur verið nefnt að Tromsø gæti verið fyrirmyndin og ráðuneytið hefur mikinn áhuga á því. Við förum til Tromsø og kynnum okkur sveitarfélagið og hvað gert hefur verið þar og nú þegar byrjað að undirbúa slíka ferð með þeim. Þannig að það er komið í gang. Nú 20. febrúar síðastliðinn þá tók ég á móti Þóransinni og Þór Haugsinni Reykdal, eða Þór og Þór eins og það er kallað, Skafti og Skafti, frá félagsmálaráðuneytinu þar sem við ræddum búsetumál fatlaðra og hlutverk ríkisins í þeim efnum. Við notuðum tækifærið og skrifuðum undir samning öryggisvistunum milli Akureyrarbæjar og félagsmálaráðuneytisins og þetta er í fyrsta sinn sem skrifað er undir samninginn á fyrri hluta ársins. Venjulega hefur þetta verið gert í desemberlok en við kláruðum mjög fínan samning fyrir þetta ár
og greiðslur berast nú jöfnum höndum mánaðarlega í stað þess að það fjármagn komi inn í lok ársins og verið hefur. Þannig að greiðsluflæðið er eðlilegt sem setur ekki okkar uppgjör í uppnám eins og verið hefur undanfarna áratugi. En allavega við erum komin í gott samtal þetta málefni og farin að horfa til þess að félagsmálaráðuneytið fari að huga að byggingu á húsnæði fyrir þessa þjónustu og sitthvað fleira. Nú þann sama dag átti ég símaviðtal við Hjálm Hjálmsson, ráðgjafa hjá Capacent, vegna verkefnisins skipulag stjórnsýslu loftslagsmála á Íslandi. 21. febrúar þá fórum við Karolína Gunnarsdóttir sviðsstjóri búsetusviðs á rúndinum Akureyrarbæ til þess að ég fengi svona betri yfirsýn yfir búsetuúrræðin sem sveitarfélagið rekur ásamt ríki í einhverjum tilfellum. 21. febrúar þá fórum við í Davíðshús þar sem við undirrituðum nýjan rekstrarsamning Minjasafnið á Akureyri, eða sem sagt Minjasafnsins á Akureyri rekstur Nonnahúss og Davíðshús, og ég og Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins, undirrituðu samninginn. Nú 21. febrúar átti ég sömuleiðis símaviðtal við Anitu Parló, doktor Anitu Parló, sem sérfræðingur í norðurslóðamálum, og voru við að ræða okkar hjartans mál eða sveitarfélög á norðurslóðum. 27. febrúar þá sat ég fjarfund í allsherjar- og menntamálanefnd þar sem til umfjöllunar var tillaga til þingsályktunar að Akureyri yrði miðstöð málefna norðurslóða á Íslandi og já, það var bara mjög málefnalegt og gott umræðuefni og ég verð nú að segja að það kom mér á óvart hversu í raun og veru mikill áhugi og mikill stuðningur var við þetta, þannig að það var mjög gott mál og það sem sagt Hilda Jana var á staðnum og Embla Oddsdóttir, forstöðumaður Norðurslóðanetsins, var þarna sömuleiðis á fundinum. Eftir hádegi þennan sama dag þá fórum við, ég og 3 aðrir sviðsstjórar, Guðríður Friðriksdóttir, Karl Frímannsson og Kristinn Jakob Reymarsson, til Hríseyjar og þar sem við heimsóttum stofnanir bæjarins og var tilgangurinn að fylgja eftir málum sem rædd voru á íbúafundi og fyrir skömmu hittum við starfsmenn Akureyrarbæjar og formann hverfisnefndarinnar og áttum við mjög góðan fund með honum og góða fundi með íbúanum þarna. 27. febrúar þá satt ég fund með hafnarstjórn, bæjarstjórn, sóttvarnalækni og almannavörnum þar sem farið var yfir ýmsa þættir snúa viðbragðsáætlun vegna COVID-19 veirunnar. Seinna daginn þá fékk ég heimsókn frá Lionsmönnum sem eru að undirbúa landsþing Lions árið 2021. Það ekki ráðnema tíma sér tekið að byrja að undirbúa það. Ég fletti nú upp dagskrána í maí 2020 og sagði já, ég laus, en þá var mér bent á að þetta væri eftir ár. Þannig að ég bað bara aðstoðarmanninum að setja þetta inn hjá bæjarstjórunum. 29. febrúar þá var ég nú með fjölskyldunum minni, ekki í embættiserindum, en ég var með fjölskyldunum minni á landsliðsleik í hockey í skautahöllinni, þar sem þær léku á móti Úkraínu og unnu að sjálfsögðu, og mér langar til þess að óska þeim til hamingju með silfurverðlaunin í riðlinum. Þær sýndu hversu frábærar þær eru þarna og seiglan í þeim alveg ótrúleg og ég verð nú að segja að þetta er nú með skemmtilegri kappleikum sem ég hef farið á. Það er þessi hockeyleikir. Þannig að þetta var frábær skemmtun, frábær árangur og við getum sko sannarlega verið stolt af stelpunum sem við eigum í landsliðinu. Í gær þá átti ég fjarfund með 2 háskólanemum sem að vinna lokaverkefni eða BS-verkefni ferðaþjónustu í Akureyrarbæ og
Í gær þá var símafundur hjá almannavarnanefnd, upplýsingafundur COVID-19 veiruna. Slíkir fundir nú haldnir reglulega, bara símafundur með öllum þeim sem sitja í almannavarnanefnd, okkur bæjarstjórunum. Og nú í dag þá var sviðsstjórafundur eins og venjan á þriðjudögum, en við ákváðum að helga þennan sviðsstjórafund algjörlega viðbragðsáætlunum og fara yfir viðbragðsáætlanir Akureyrarbæjar vegna COVID-19 og á fundinum fengum við líka Ólaf Stefánsson slökkviliðsstjóra sem er okkar fulltrúi inn í aðgerðastjórn og ræddi við sérstaklega mögulegt viðbragð, en við gerum ráð fyrir því að á morgun komi endanlegt plagg viðbragðsáætlun almannavarna heilt yfir, þannig að sem við að sjálfsögðu fylgjum komi eitthvað upp á. En við erum bara á hættustigi núna og við skulum vona að það fari ekki upp á neðarstig. En að öðru leyti þá eru ekki svona fleiri sérstök verkefni sem við nefnum hér í dag. Takk. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtaldar fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 20. og 27. febrúar, bæjarráð 20. og 27. febrúar, frístundaráð 19. febrúar, fræðsluráð 17. febrúar, kjarasamninganefnd 19. febrúar, skipulagsráð 27. febrúar, stjórn Akureyrarstofu 20. febrúar, umhverfis- og mannvirkjaráð 21. febrúar og velferðarráð 19. febrúar, og þessar fundargerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins. Og ég segi þá fundi slitið klukkan 18:16 og takk fyrir góðan fund.